komið heil og sæl. Já, komið sæl. Í þátt númer 182 af Chess After Dark. Já. Var þetta ekki bara upp á 10 af mér? Heldur betur, rétt taliður. Já. Í þetta skipti. Í fyrsta skipti held ég bara. Frábær þáttur í kvöld. Stútfullur. Drekklaðin af skemmtilegum spurningum og ég býst ekki öðrun að svörin verið ennþá betri. Það nú samt ein risa tilkynning. Heldur betur. Lengra haldið, Birkir. Já, við erum konum með nýja bestu vini. Ekki bestu vini, við erum marga bestu vini. Já. En það er tryggingafélagið T. Jú. Sem er, ég ætla að segja, ég hef alltaf verið með T. Langbesta tryggingafélagið. Leifir sér þú að hjá T getur þú fengið tjónbætt á 60 sekundum og keypt tryggingar upp í sófa kvöldi til. Já, ég er ekki hissa á því. TM náttúrulega hafa alltaf verið mínir menn og það er mjög gaman að fá sko svona flott og stöndugt fyrirtæki til liðs við okkur. Já, og bara á tm.is þá farið besta verðið strax. Það er bara nákvæmlega þannig. Og kannski svona til að slúta þessu með TM veita fáránlega góða ráðgjöf, rafræna ráðgjöf á tm.is þar sem þú fær tilboð og verð strax og í guðana bænum kæra hlustendur takkið allavega síntalið og maður á að bjóði trygginganda sínar eins og ári. Og TM eru með bestu þjónustuna og bestu verði. Hlakka til að vinna með þessum snillingum. Já. En þáttu kvöldsins, gestur Chess After Dark í kvöldi er Áslaug Arna. Áslaug Arna er lögfræðingur og núverandi háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra Íslands. Hún ætti að vera hlustendum góðkunn, en það er nú komið í annað skipti. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Já. Gaman að vera með ykkur þetta í kvöld. Já, sömuleiðis. Bara byrjum á fyrstu. Hvernig liggur á þér? Heyrðu, ég bara brött sko. Já. Er bara búin að vera í vinnunni í vikunni að klára alls konar verkefni og mér finnst gaman í vinnu minni, þannig að það er plús. Já, ég var einmitt að spyrja þig fyrir þá, þó að þingi fyrir frí, þá fara ráðherrar ekki frí. Nei, ráðuneytin er rauninni starfandi allt sumarið og það er ríkisstjórnarfundir, þeir taka stuttapásu, 2 til 3 vikur, 3 vegna pásu svona miðjan júlí. En það eru þetta bara innsetning forseta 1. ágúst og síðasta ríkisráðsfundur Guðna 31. júlí og svona, þannig að það er alls konar í gangi. Já. Og svo langar manni líka að klára alls konar verkefni fyrir næsta haust og bara passa, það er svona ýmislegt fólk sem mann langar að hitta og er að viða sér þekkingu og búa til hugmyndir og svona. Já, einmitt, frábært. Hefur eitthvað náð að kíkja á landsmótið? Heyrðu, landsmót hestamanna er í fullu gangi. Ég ætla að fara þangað á morgun og hinn og vera svolítið sína mig að sjá aðra hestamenn. Ég tek þátt í setningar-athöfni sem er svona 50. kvöldið og mun opna landsmótið á Ásmundi Einari sem er íþróttamálaráðherra. Já. Þannig að við munum deila því, koma þarna ríðandi inn og við erum allavega 2 hestfæri ráðherrar. Já. Þannig að það þarf ekki neitt að hafa áhyggjur af því að þetta verði eitthvað áhættuatriði. Ég vil ekki treysta öllum á bak hérna í ríkisstjórninni. Nei. Eru hestamenn, eru þeir ekkert í vinnu eða eitthvað? Þetta er alltaf á daginn. Já, sko, þú veist, þetta er náttúrulega, helgin er stóra og eftir vinnu á 50. og 1. Þá er svona það sem áhörfundur koma sem eru í öðrum vinnum en hestamenn sko. En margir hestamenn auðvitað sem vinna ekki við það full time, þeir taka sumarfríið sitt svolítið í þetta og horfa þarna og bestu hesta á knapparlandsins. Og ég hef auðvitað verið í ótrúlega mörgum sko hlutverkum á landsmóti hestamanna. Já. Ég hef bara verið keppandi. Já. Og tapstórkeppandi sem komst ekki inn á landsmót. Síðan hef ég verið þarna sem lögreglumaður á Suðurlandi þegar ég var í löggunni á Hvolsvelli og landsmóti voru á Hellu. Þá tók ég vaktir á landsmótinu og síðan var ég blaðamaður á Morgunblaðinu og sá hestafréttirnar þar. Já. Og núna er þá sem ráðherra. Já. Þannig að bara... Þannig að hún er eiginlega svona geitin þarna. Já. Sem ég sko. Ég er svona áhuga konu í dag. Hvar er þetta haldið helgina? Þetta er í bænum eða ekki? Jú, þetta er Fáki, Víðidalum. Hvernig spyrir ég? Veistla. Annað hvert ár. Við erum að fara að taka heilan þátt einhver daginn bara landsmóti við Áslaugu sko og hestamenn sko almennt. Þetta er jafnvel að fá einhver gestastjórnanda með þér í þann þátt. Já, fæ frænda minn. Hver er það? Það er Sigurður Leví. Þeir eru að sýna Adrian frá Garðshorni. Já, hann er frábær. Það er glæsilegu gæðingur.
Það væri skemmtilegt, sko, það eru margir hestamenn og margir útlendingar að kominga og svona út af landsmótinu. Já, betur, en þú fær þetta verið alveg business, sko. Sorry Birkir að ég sé að stela þessu þætti. Fólk bara, já, nú slekk ég. Hvað er þetta stórt batteri? Hvað eru margir að mænta þarna yfir vikuna, helgina? Þetta eru, það er alltaf svona talað að ná 10.000 manns í brekkuna, sko. Þú ert að grínast? Nei, það hefur verið stærra og hefur verið minna eftir líka veðri og vindum og svona. Já. En já, ég myndi svona ætla að það sé stefnan helgina. Okay, þessi tróðfull brekka af fólki. Það er það, þetta er alveg. Svo er þetta líka bara skemmtilegt fólk, sko. Já, er þetta ekki svo bara hvað fyllir í það? Bara, þú veist, work hard, play hard. Já, rétt. Hárrétt. Ekki alltaf ég að fara að dæma það. Síðast maður til þess, það ekki? Já, það verður glerhúsið. Já. Það verður glerhúsið. Hvað er þetta? Með hverjum heldur á EM og ertu búin að fylgjast með? Heyrðu, já, ég er búin að fylgjast með. Mér er gaman sérstaklega af svona fótbolta. Já. Svona spennandi. Svona fótbolta? Já, þú veist, það er útsláttarkeppni, þetta er stórt mót, það er stemming í kringum þetta, margir að fylgjast með, þetta er svona, maður getur rætt þetta. Þannig að ég fylgjast með. Ég, sko, ég var smá á Danmerku-vagninum. Bara svona, þú veist, gaman haldið með Danmörku, sko. Maður svona fagnar jafn mikið með þeim og áttum erfitt í Englandsleiknum að því að það er maður líka smá svona með hjarta fyrir englendingunum. Já. Og og ég myndi segja að þú veist, umræðin dag enska liðið smá eins og Sjálfstæðisflokkinn. Já. Þú veist að elska allir og það fá allir svona hrós að tala niður enska liðið. Bjarni Ben, er hann sáttketti? Ég held að enska liðið sé að skora jafn hátt í skoðanakönnum á móti engum, sko. Þannig að ég er ætla bara að standa með þeim í gegnum þetta mót. Já, ok, áhugavert. Já. Það verður líklega stutt fjör, held ég. En sjáum til. En mér fyrir frönsku búningarnir flottir, varabúningarnir. Já, hann er þarna, geggjaður, sko. Hann er og þessi röndur þarna. Já, ég sammála því röndar. Svisslendingarnir hafa komið óvart. Já, og englendingarnir mæta þeim næst. Skemmtilegt að horfa á þeim, en já, það er svoleiðis. Það er Englandsviss, sko. Ok, þá verð ég bara sátt með þá bara. En svo er náttúrulega föstudagurinn, sko, ef maður væri ekki bara nýjórinn faðir, þá, þú veist, á föstudaginn, þá ertu með 4:00, sko, þá ertu með Spát Þýskaland og 7:00 ertu með Portugal Frakkland, sko. Það er rosalegur dagur, sko, á fössara, sko. En það er aðeins kannski úrslitin svolítið bara á föstudaginn. Gæti gerst, sko. Já. Og gott þú skusti inn í að þú myndir ekki horfa á leikina af því þú nýjórinn faðir. Já, ég mögulega setja hann í pókan og alltaf þessi hvíta líi hérna. Þessum þætti, sko. Ég ætla ekki að horfa á þetta. Nei. Það er skemmtilegst fótboltaleikir helgarnar sko ársins kannski. Já. Þú voru að útskýra það fyrir Bragi minn. Bragi, þetta er bolti. Þetta er bolti, það gengur fyrir, þetta er EM. En sko strúktúr, langar að taka þá líka áður en að við förum í kjötið. Já, förum að tala svona alvöru hestamannamóti. Já, við erum aðeins búin að hitta það upp, en strúktúr með mikið úrval af álklæðningum. Já. Og það er spurning hvort að þú viljið sleppa við allt á sumrin. Hljómar okkur. Og áhyggjum af beyglum og deltum. Það er leiðilegt. Hljómar ekki spes. Það voru klæðningarna frá strúktúr fyrir þig, margir litir, áferðir og gjörsamlega glæsilegar utanhúsklæðningar. En svo eru þetta bara að taka samtalið, spjalla eins við á. Já. Fá ráðgjöfuna. Þeir eru 100% með lausnina fyrir þig. Segjum að við viljum ekki álklæðningar. Kannski viltu eitthvað annað. Já. Þá er þið með það líka, sko. Klart mál, strúktúr. Endilega tekkja á þeim. En þá að fyrstu spurningu þáttarins Sigurður Andersen kom til okkar í þáttum daginn. Leit gaman geisa. Já, skemmtilega þáttur. Mjög góð þáttur. Mjög flott. Gaman að fá líka, áður en ég leiði Áslaugu að svara þessu, það er gaman að fá, eins og þessi þáttur verið geggjað með Áslaugu, en það verður ennþá örgulega skemmtilega að fá hana þegar hún er hætt á þingi, þá getur hún tala miklu meira. Það er ákveðið frelsi í því. Ég trúi því nefnilega. Það er svona eins og vera smá í stjórnarnarstöðu, sko. Já, einmitt, já, getur bara sagt allt sem þú vilt. Já, engin ábyrgð, engar ákvarðanir. Góða lífið. Já, en hún sem sagt, hún gaggrindi því þar og talaði það að bjóða sjálfstætt starfandi háskólum óskert framlög frá ríkissjóði gegn afnámi skólagjalda. Já, vera hugmyndafræðileg þvæla, eins og orðalagi var. Gæti verið varsamt að vera að koma með háskóluna á fjárlög til langs tíma? Sko, háskólanir hafa alltaf verið á fjárlögum. Þeir hafa verið einkaskólarnir líka, sjálfstætt starfandi. Þeir hafa bara fengið skert framlög. Það er bara, ef þú velur einkaríkisskóla þá fær þú 75% og þeir eru á bara nánast fullu framlagi og þegar þú ferð í opinberan skóla þá fær þú 100%.
og það hefur verið kerfi háskólana, hvernig við föndum þá, hvernig við fjármögnum þá, frá 1999 og það kerfi var búið til þá bara í umhverfi sem var talsveit öðruvísi en í dag og það var svona magndrifið, við vorum bara að reyna að fá alla í háskóla og reyna að fjármagna þess rannsóknir og svona reyna að bæta háskólakerfi okkar og þá var tekin svona einhvers konar ákvörðun, ekki ákvörðun, það var bara ekki tekin umræð það og að það sé einhvers konar skerðing á sjálfstætt starfandi skólum og það var svona einhvern veginn, það var ekki skrifað neins þar út, skólinni voru svona mismunandi, þeir voru ekki allir í 75%, það var ekki ákveðið, einhverju voru fá kannski 60 eitthvað, einhverju 80 eitthvað og það var kannski bara svolítið stjórnmálamannsinn sem laumaði því svona eftir því að því að fjármögnin var ógagsæ, þú gast ekki séð hvernig hún deildist til skólan á af hverju einhverju ákvörðunir voru fyrir hvern nemanda og hvernig þú varst að mæla og þetta kerfi sem hefur verið gagnrýnt af Ríkisendurskoðun frá 2007 og hefur verið svona keppli að laga síðan þá og hefur verið svona lögð áhersla á það bara í öllum fjárlögum síðan að það skiptir máli að fara betur með fé og skoða hvað liggur á baki og gera fjármögnunina gagnsæjari og það eitt mitt stóra verkefni því ég kem þetta ráðuneyti að laga þetta þetta eru 40 miljardar sem renna til háskólana í landinu og einhverjum skólarnir voru bara þarna á einhverju svona bili ef þú varst að reyna að sjá hvernig þetta var reiknað og stóru breytingarnar felast í rauninni því að við erum að gera allt kerfið gagnsætt og árangursmiðað þannig að ég hef alveg heyrt í nemendum sem hafa farið í háskóla og eru ógeðslega spenntir og komin í tíma og þeir bara stelpa sem ég hitti sem var að byrja í háskólanum fyrra hún kemur bara einhvern veginn inn í fyrsta tíma sinni í háskólabíó og það er bara ekkert laus sæti og hún segir bara hvað ég að gera hvað ég að sitja bara einhvern veginn er ég einhvern veginn í vittlusum sal eða hvað er í gangi þá segir kennarinn, engar ágjur þegar það verður svo margir hættir á næstu dögum þannig að það verður pláss þetta smá það er af því að skólunum gagnast að fá sem flesta til að skrá sig og mæta bara fyrsta daginn af því að fjármagni fylgir þeirri tölu en ekki hvort að nefndur klári, hvort þeir haldið og nefndur bara útskrifa, ljúka einingum sem felst auðvitað líki í að haldið og gæði náms að nefndur komi Er ekki verið að byrja á öfumenda? Bara brautskráningi sem að telur hana Nei, það var bara skráður nefandi bara mættur fyrsta dag ekki brautskráður nefandi ekki brautskráður, það skipti engu máli hvað margir kláruðu, hvað var mikið brottfall það var engin árangursmæli hverði og svo var þannig að það fór síðan bara einhver hít í rannsóknir sem hétt rannsóknir og annað og það var bara einhver svona tala í Excel-skjali sem hefði verið uppfært síðan þá þetta var talið orðið svo ómögulegt 2017 að þetta var svona frist af því að fólk var bara, við getum ekki fjármagna háskólana í þessu kerfi en það þurfti að breyta öllu þessu kerfi og ég fer í það og í mikla vinnu og ég alveg svona spyr svolítið bara af hverju hefur ekki tekist að breyta þessu svona skrítið finnst mér fjármagna líkan og það er bara því að það er að taka mjög margar erfir ákvarðanir sem enginn hefur tekið og ræða það hvað áhrif það hefur á skólana og svo framvegis og við förum síðan í þessa vinnu og ég segi bara þetta er forgangsverkefni að klára þetta er bara, við erum að fara með óbreytt fé og þetta er menntakerfið okkar sem verður bara standa sig betur við verðum að ná auknum gæðum við þurfum að minnka brottfall við þurfum fyrir atvinnulífið að mennta sérfræðinga í fullt af raunvísinda og tæknigreinum sem atvinnulífinu meðalans vantar við þurfum fleiri heilbrigðismennta og svo framvegis og ég kláraði þessa breytingar núna og það er þá komið upp fjármögnunarkerfi sem er þá líkara þeim kerfum sem eru góð á Norðurlöndunum og miklu nýrri þar sem við erum að greiða fyrir gæði og árangur við erum að ýta undir og búa til fyrsta skipti fjárhagslega hvata til að bjóða upp á meira fjarnám eins og maður heyrir út allt köllun eftir fjárhagslega hvata til að mennta í greinum sem atvinnulífinu vantar eins og STEM-greinum og heilbrigðisvísindum STEM-greinar eru sem sagt þessar raunvísinda og tæknigreinar hugtak sem ekki allir þekki en fólk sem ræði menntamál notar mjög en þá þurfti að taka ákvörðun líka og ég birti fyrst reglurnar í samráðsgátt og ég sagði að það verður eitthvað að setja línuna þá fyrir einhverjum skólana því að það verður aldrei verið gert og við getum sett hann í 75% eins og grunnskólanir og það í framhaldsskólanum er þetta ennþá talsvert svona
ógagsætt Vestló er ekki einhver stór ákvörðun, þeir fá bara skerðingu og á sama tíma erum við með 7 háskóla sem of margir fyrir Íslands samfélag. Ég var sagt það algjör á hreinum fettum. Ég bjóð til fjármagnskvata til að sameinast og nú búið að sameina 2 skóla Hóla og Háskóla Íslands í svona háskólasamstæðu sem þekkist við erlendis, svolítið svona campusmódel, svona flaggskipsskóli og svo svona minnkar yfirbyggingu og mikinn kostnað hægt að bjóða upp á betra nám. Bifröst og HA í viðræðum en þar klassar smá af því að það ertu með einkarekin og opinbera skóla og þá talsvert snúnara að sameinast og ég fór aðeins að hugsa þetta þegar einkarekin skólinni sagði hérna, af hverju 75% og það bara mjög góð spurning og þegar ég les Friedman og baráttu fólks fyrir ávísanakerfi í menntakerfinu þá það mjög skýrt það að það ekki hins opinbera að gera upp á milli fjármagnskerfi það sem við ætlum að fjármagna við erum búin að ákveða að við ætlum að hafa jafnt aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu á Íslandi það eiginlega engin ágreiningur það það er mjög mikill ágreiningur það hvort að þetta alltaf verið á hendi hins opinbera heilbrigðiskerfið og menntakerfið eða hvort að samkeppni sé að henni góða og þó ég vilji fækka háskólum þá vil ég líka tryggja samkeppnina og það eru of fáir í einkareknum háskólum við erum að fá samkeppnin hún byrjaði mjög sterkt en mér finnst hún forsenda þess að skólarnir batni og það það sama og Friedman sagði að í staðinn fyrir að hafa kerfið sem þau opinbera ræður öllu þá kerfi sem ítir undir samkeppni besta leiðin til að efla gæði menntunar og það að taka þessa ákvörðun gerði ég svona grundvelli minna trúar að við verðum að passa umræðana og árangurinn þegar við ræðum valfrelsi og jöfn tækifæri að það sé val það og þetta val skólana það bara allt í góðu að halda áfram að taka skólagjöld en það ekki ráðherrans að ákveða að þið opinberu skólarnir eigi að fá og þeir sem velja opinberu skólana fái fullt fjármagn en hinni fá svona eitthvað minna eins og þeir séu eitthvað verri þú sem nemandi fái minna þú búin að borga alveg jafn mikið skatt og næstu við hliðina þér en þú fannst að minna með þér í menntakerfi að því þú valdir einkarekin skóla og ég til að hafa verið skynsama breytingu út af þessum heildar breytingu sem ég að gera á kerfinu við erum bara að ákveða hvernig við erum að skipta kökunni ákveðu síðan að fara ekki í kerfið og það bara frábært val bara allt í góðu ég vona HR stækki, við sáum að mér sýnist að það séu fleiri umsóknir núna en áður sem þýðir bara, þetta val nemenda og það bara frábært en ég vona líka að fleiri háskólar saminist, að við sjáum skóla vilja verða einkarekna en þegar það fari sameiningaviðræður í dag þá vill enginn verða einkarekin háskóli og meðan við finnar, eftir að þeir gera þetta það engin háskóli lengur opinber og það auðvitað langtíðamarkmiði kannski, eða væri gaman ég segi sjálfseignarstofnanir í kringum háskóla gefa miklu meira frelsi til árangurs gagnvart því að þú ert ekki í lögum og bara starfsmenn og og geta einhvern veginn starfa næra atvinnulífinu hagnýtt alls konar góðir hlutir geta leitt af sér ég skil alveg gagnrýnina en við þurfum stundum og gleymum okkur í einhverjum svona kreddum og ég var alveg þar sjálf í gamla dag ég var brjáluð að Vaka væri ekki að berjast fyrir því að skrásetningargjöldin allavega hækkuðu að það stæði ekki undir þessu og að ég vil bara betri menntun og en prinsiplega hugmyndafræðina jöfn tækifæri að þá vil ég ekki að þú farir í heilsugæslunni Salahverfi og borgar meira heldur ríkisrekna heilsugæslan sem hann fyrir ég skilji og þetta prinsip verður við að haldi til þess að bæta kerfin okkar og þá þarf ég að geta tekið svona slag menntakerfi líka en HR hefur væntanlega bara sett niður eins og við töluðum og sett bara þetta fór í Excelin þetta bara meikar ekki sens fjárhagslega fyrir okkur er þá gulrótin eða prikið eitthvað
Já, ég skil þig, sko HR mun geta setna sagt hérna, við viljum gera þetta það er bara ákvörðun skólana eins og skóla geta hætt við þetta ef þeir telja exi-skjalið mega meira sens. Eitt er auðvitað ég myndi vilja að HR tæki inn miklu fyrir nemendur og myndi stækka og ég var að styðja þá að bæta við húsnæðiskostin til þess meðal annars að geta tekið inn fleiri nemendur og kannski í framtíðinni að þá komumst við þangað að við séum tilbúin að tala þarfir á vinnumarkaði. Já. Og ég mér finnst svona, það eru fleiri og fleiri mál sem samfélagið er byrjað að þóra að tala um sem megi ekki hafa verið svona hræðsla adressa eins og fyrir hverju við erum að mennta. Og ég man að þegar ég var fyrst að búa til hvata fyrir að háskólarnir myndu mennta fleiri í ákveðnum greinum þá fekk ég eina bestu fyrirsögn á frá einum mann innan háskólan sem er hugmyndafræðilega örugglega ósammála mér alla hluti en hann segir Áslaug Arna að búa til útungunarstöð fyrir atvinnulífið. Já, einmitt, já, ég man eftir þetta með breytingunum á háskólanum. Já. Og ég segi bara veitu, hvað? Háskólar eru til margs en eitt er einmitt að undirbúa nemendur til þess að fara inn í atvinnulífið og skapa verðmæti. Og ef atvinnulífið er eftir hér, erum við að sjá það að samkeppnishæfni okkar er ekki nægilega góð, við erum að mennta og fáa í ákveðnum greinum, eins og raunvísinda og teknigreinum. Við erum í 87. sætið eitthvað sjandan að mennta í þessum greinum. Já. Það er bara dregur úr samkeppnishæfni okkar af því okkur vantar þetta fólk. Þannig að já, ég er að búa þannig hnútana að skólarnir séu að undirbúa nemendur betur. Og auka geði þeirra. Já, góðir pislahundar í Vísindablaðinu þeir tölum að verið innblásin að vinsturstefnu aukin ríkisvæðing háskólakerfisins og stuðlar að leiða aukin aðsókn í tilgangslaust háskólana. Þú vísar þessu þá til Föðurhúsinu eða ekki? Jú, ég ger það. Þarna finnst mér menn vera að ruglast af því að við erum að nota opinbert fjármagn sem er bara fé fólks og af hverju á ráðherra að segja að opinberir háskólar eigi að fá meira af því fjármagni heldur en einkareknir. Já. Mér finnst mjög mikilvægt að hér séu einkareknir háskólar, mér finnst mjög mikilvægt að séu samkeppni en þegar nemendum fækkar og fækkar í einkareknum skólum, einkareknir skólar sameinast opinberum og engin umræði sé það hvort að skólinn ætti að áfram að vera einkarekin, þá hef ég áhyggjur af framtíð einkareksturs í menntakerfinu og það er ansi langsótt að kalla það ríkisvæðingu þegar við förum úr einhverju 70 til 80% framlagi sem er stór meiri hluti fjármagns skólans í 100%. Já. Við erum bara að skipta sömu kökunni Já, klárt. Opinber skólinni fór bara að minna. Já, kannski bara til að slúta þessar umræðu, þú veist. Ég held að eina gagnrýni sem að þetta fekk var til dæmis að ef við tökum bara saman HÍ og HR, að það er svona það sem maður þekkir ágætlega. Mér langar kannski berða þetta saman við bara svo MR og Vestló í menntaskóla. Þú veist, við Leifur kynntumst bæði í HR og beauty það sem að ástæðan fyrir ég held að ég tala allavega fyrir mig er að maður skráði sig í HR er að það var erfiðara fyrir, en reyndar Áslaug talar að þá er jafnt aðgengi að menntun og svona, en að þú varst einmitt ekki að lendi sem átti að lendi í Háskólabíu Háskóla Íslands að það er allir að skrá sig og svo hættaði strax að þarna varstu búin að fá kannski fólk sem var búin að investa og var meira metnaðarfullt, þannig að varst með metnaðarfullir einstaklinga í kringu, veistu hvert ég er að fara eða? Já, þú veist, svona. Já, ég er að segja bara, þú veist, er það ekki alltaf lægi að sé þannig að að því að við erum nú hægri mennina, hægra fólk, að þú þurfir að borga fyrir gæði, eða skilur mig? Jú, þú veist, þú getur en eru gæðin miklu betri? Já, svo er það sko, kannski ekki. Það er bara, við þurfum að spyrja okkur þess erfið spurningu sko. Já, kannski helt við það bara. Og ég borgaði, ég fór Vestló og ég fór síðan í HÍ. Við þurfum bara almennt betra háskólanám og þá þurfum við meiri samkeppni og samkeppni nemendur og út af því hvernig þetta búið að vera í dag eins og þú lýsir, hvað eru, þú veist, margir sem, þú veist, hætta og annað, þá hefur það líka verið þannig að við erum að sjá það að það kannski byrja 300 en útskrifast kannski 120 eða 90, eitthvað kringum 100 en þegar HÍ prófaði til dæmis að setja svona A-próf
sem voru bara svona mjög basic inntökupróf þá byrjuðu færri af því það mættu bara þeir sem voru fullvissir að þeir ætluðu að reyna þá byrjuðu kannski í kringum 200 en þá útskrifuðu samt 100 og auðvitað eru gæði náms betri þegar þú ert með, þú getur reiknað út hvernig þú ætlar að kenna hópnum og það er hópurinn sem þú verður svona að mestu leiti með. Já, en svo kannski reyndar, ég ætla að hnita mér að fara dýpra í háskólanum eftir, en bara svona til að klára þetta, það er samt allt í lagi að sé brottfalli, það er náttúrulega bara eðlilegt og eftir erfitt náma ná ekki allir að klára og svo framvegis. Jú, það er alltaf eðlilegt, en við viljum ekki að það sé miklu meira en öðrum löndum og viljum ekki að það sé miklu meira í greinum sem okkur vantar fleiri úr. Og þá þurfum við líka að setja ákveðna ábyrgð á háskólabítu, það að halda nóg vel utan nemendur. Af hverju sem ekki brottfall í þessari grein en ekki þessari grein? Er hún svona miklu erfiðari eða er hinn alltaf létt sko? Þú veist, hvað er að gerast? Eru þeir ekki, og það þarf að taka umræðina, eru nemendur ekki nógu tilbúnir í tækni og raungreinar úr framhaldsskólanum? Já, svo er það líka. Mér finnst líka áhugavert að því að við vorum að veltaði fyrir okkur hvor skólinn er betri, HÍ eða HR, eða bara hvernig mælum við líka gæði skóla, því að þegar maður var í HR þá var maður alltaf upptekinn í því að sjálfsögðu eins og verslað MR alltaf smá kýtingur hann á milli og maður tók eftir því að HR var að klífa upp einhvern alþjóðlega lista yfir góða háskóla og HÍ virtist vera á einhverju aðeins niðurleið og annars að þekka þetta mjög vel þá hafði það eitthvað með það að gera til dæmis það væri mikið af greinum sem að kæmi frá prófessorum í HR og einhver þætti sem að kannski maður fann ekki fyrir í daglegu skólalífi það velti fyrir sér sko þú veist hvað þættir skipta okkur máli sem skipta raunverulega máli. Þetta er enda góða punktur af því að svo ég slúttaði sem Leifur að tala er að ég sá ekki þegar HR var að klífa upp þessa metóra stiga þegar við vorum og svo var þetta náttúrulega fljótt að fara niður eftir að við hættum en það er svo það en að gæði námsins voru kannski ekki endilega að bætast þó að einhver doktor var að skrifa einhverja grein og skilja hvað þér að fara. Já, nei, menn það er síðan hægt að skoða þetta eftir þú gæði kennslu, gæði rannsókna öðrum þáttum, heildarlistarnir eru samt þannig og við erum auðvitað með litla háskóla og þeir eru rosalega góður á mörgu leiti, nemendur frá okkar háskólum standa sig almennt mjög vel erlendis í mjög flottu háskólum víðum heim, en á sama tíma þá hljótum við að vilja samt vera samkeppnishæfari og það getur verið einmitt út af einum prófessor sem skrifar mjög margar eða doktor greinar sem klífi við sáum svona ákveðna sveiflu bæði á HÍ og HR út af bara sko tveimur vísindakonum í sikkurum skólanum hefðu talsett mikil áhrif á nú eru skólarnir hvorugur í topp 600 í heiminum á þessum lista auðvitað eru þeir ofarþið og meðar það bara við minni háskóla og við þurfum auðvitað líka að vera sanngjarnir í þessari umræðu en á sama tíma hljótum við að vera með metnað og skoðum bara gæði kennslu þar erum við bara fyrir neðan þú veist, Norðurslóða háskóla Noregs og bara, þú veist, báðir skólarnir og skóla sem eru bara ekkert stærri en við bara skólar á Norðurlöndunum sem eru samt miklu herri þegar það kemur að mati á gæði kennslu og ef við skoðum það bara að þá hljótum við að spyrja, þeir eru með betra fjármögnunarmódel Norðurlöndin eru öll með þetta kerfi sem ég er að lýsa gagnvart einkarekstri. Þau eru með fleiri einkarekna skóla og þau eru að mennta fleiri úr þessum greinum sem atvinnulífið þarf. Maður hlýtur að horfa til þess þegar maður tekur ákvörðun. Já, algjörlega, verður svara. Áður kom næst spurningu, Leifur, þú fórst í Súta á síðustu? Já, hvort ég gerði maður? Og fræða för, heyrði ég. Alltaf. Egil tók vel á móti þér. Já, gerði það, hann tók mála mér og við mér upp á kaffibolla og... Það hefur verið fallið stund maður. Já, hann sagði ég væri vaksin svo gríst góð, ég tek því nú með teskja selti. Það segir það enda við alla þetta. En ég kom allavega út kampakátur, eins og ég held að flesti gerir nú. Þú fórst á Sútup, ég fór í Tres Logos. Já, hvernig var það? Geggjað, við fórum í Tomahawk kjöti. Já, þú fórst í steikina. Rugl.is. Það er bara þannig. Egil, hann er ekki að suma með draktir samt ennþá. Það er ekki? Nei. Já, nú merkilega með sig. Kalla, við vorum saman í stjórn heimdallar í gamla dag, sko. Já, hann er harður sjálfstæðismaður. Já. Hann sagði líka við mig, hann hlustar ekki mikið á fótboltaþættina okkar, hann tekur alla þessa þetta, sko. Hann Egil, við elskum þig.
setni spurningin úr viðtalinu við Sigri Andersen, svo kemur Sigri Andersen eitthvað eftir og við ég var til í það bæði hún og Brynjar Níelsson hafa lýst yfir að þau hafi ekki áhuga að fara aftur í prófkjöri í Reykjavík, mikið rættum að sé tókstreita í borginni á milli stuðningsfólk þíns og Guðlaug Þórs tókum þetta aðeins þegar hún kom til okkar fyrir árið síðan. Áslaug, hægt að sameina sjálfstæðismenn í borginni fyrir næstu þingkosningar? Það verður bara að sameina sjálfstæðismenn bara all land sko. Já, bara í öllum flokkum, ekki bara Reykjavík. Nei, ég held að verkefni sé stærra en það. Við berum mjög mikla ábyrgð á að ná meiri árangri, tala skýra fyrir sjálfstæðistefnunni, láta hana heyrast víðar og að ná fólki saman. Við þurfum bara, og það liggur bara það mikið við núna að það gríðarlega mikilvægt. Á sama tíma þetta alveg eðlilegt að tekist á fólk. Það bara val og lýðræðislega kosningar. Fólk verður síðan að geta setta bak við sig og unnið að hugmyndafræðilegri baráttu, náð árangri í þeim störfum sem það er að sinna. En það reynist stundum erfitt eftir að það er búið að takast á. Ég kemur þetta mjög ung inn í þetta byrjaði ekki með mér. Þetta er áralöng saga sem búið að takast á það að stýra sjálfstæðisflokknum. Og Guðlaug Þór hefur auðvitað verið að undirbúa formannsframboð öll þessi ár og þar af leiðandi hefur auðvitað svona starfið verið miðað því. Og ég tel bara hægt að gera hluti öðruvísi í Reykjavík og í sjálfstæðisflokknum. Ég hef mikla trú á því að það sé þetta ná meiri árangri og er ótrúlega ósátt við stöðuna í borginni. Ekki spes. Nei, og þá er skrítið að sjálfstæðisflokkur sé ekki ná meiri árangri. Þegar ég horfi bara á Reykjavíkurborg og henni er bara stjórnað í róplegu ósamræmi við alla mína hugmyndafræði. En svo mætir bara King Dagur B í alla kosningar og pakka þeim saman? Já, fólk velur þetta áfram. Hann hefur svo sem þurft alltaf einn og einn flokk til að einhækja fyrst Viðreisn og svo bættist Framsókn við í að bjarga málunum og stuðla breytingum sem ég hef ekki séð þá nema í Parísarhjólinu. Glæsilegt, Parísarhjól? Já. Lagar samt ekki í borginna, því miður, stóð gerir mikið. Þannig að ég skil alveg Siggu og Brynjar að prókjör eru mikil áskorun og það þarf ekkert alltaf að fara í prókjör. Það er ein leið, það er talið lýðræðislegasta leiðin og mesta persónuvalið þar sem fólk sem er að horfa til sjálfstæðisflokksins, langar að kjósa sjálfstæðisflokksins, getur valið sér fólk. Og ég fer bara út all land og tala við fullt af fólki og það er alltaf verið að segja mér langar svo að velja fólk. Mér langar að styðja þig til góðra verka, mér langar að styðja þennan til góðra verka. Prókjör eru þetta frábær leið til þess að styðja fólk. Þannig að það má þetta ekki draga úr því þó að þau séu ósátt núna að vera ekki inn á þingi. Og það er bara niðurstaða eftir prókjör og það er bara fjöldi mann sem mætti að kjósa og við þurfum bara að virða þá stöðu og taka síðan bara stöðuna fyrir næstu kosningar og hvað þarf að gera. Já, algjörlega. Ég ætlaði reyndar hægt að segja vel svara, ég er búin að segja vel svara svona 7 sem ykkur. Þetta með eitthvað að leifra? Segir þetta líka við vinstri menn? Nei, aldrei. Nei. Sko, hún er aðeins að tala um sjálfstæðisflokkinn. Mér langar bara svona aðeins að hnýti og þetta er bara opið, þú veist, einkarekstur. Verðum við ekki við vorum að tala um háskólamálum, en það er alveg sama hvað við tala um heilbrigðiskerfið, átjáðaferð, póstur og annað. Sko, af hverju erum við ennþá með þessi helvitis batteri þáttur að þau sem eru ríkisstjórn í 100 ár? Af því að við höfum ekki haft neina flokka á þingi sem styðja þessi mál. Hvort sem það er sala á póstinu með átjáðaferð og fleiri í rauninni þar sem ríkið er í samkeppnisrekstri. Taka RÚV og auglýsingamarkaði, pósturinn átjáðaferð, það er bara mjög víða sem við þurfum að þora að velta upp steinum í ríkisrekstrinum. Og það eru bara fæstir til í og þarna höfum við verið ein. Við höfum auðvitað náð ákveðnum árangri en hann hefur kostað blóð, svita og tár ef við horfum til að styðja einkarekstur, að gera samninga í heilbrigðiskerfinu til dæmis sem er auðvitað svolítið hugmyndafræðileg barátta bara býtu hvernig ætlum við að ná meiri árangri fyrir heilbrigðiskerfið eða menntakerfið og ég held að það er svona þegar ég sit við ríkisstjórnarborðið sem dómsmálaráðherra og
er fyrst til dómsmálaráðherra til að snerta við áfengislögunum. Koma með tillögun í ríkisstjórn. Ég veit það var ekki stjórnarsáttmálanum, en ég horfði á kerfið og netverslunarnar og sá íslenska aðila vera undir, byrja að finna einhverja leiður og ég sagði, heyrðu, ef ekki bara setja reglur í kringum þetta verður bara staðan hér eftir nokkur ár og ég vildi líka leyfa brugghúsunum að selja beint af bíli. En var það ekki alltof snemma í rassinn gripi? Er ekki best að gera þetta bara þegar hagkaup er komið og svo illan draum? Já, sko, þingmönnum finnst það greinilega. Sofandi háttur, sko. Þann greinilega finnst löggjafavaldinu of erfitt að taka þessa umræðu. Og af hverju það? Af því þau vita að þau eru búin að hafa rangt fyrir sér öll þessi ár. Já. Þau vita líka að sumir af þeim hafa lofað þessu kosningum en líka ekki lofa þessu. Þau hafa haft báða stefnurnar fyrir mismunandi aldurshóp. Við erum þau sem erum búin að tala fyrir þessu sama hversu óvinsælt það er af því að hugmyndafræðilega er það rétt. Það er bara algjör forsend þess að við skoðum og veltum steinum að ríki sé ekki í samkeppni með einkaaðila og ríki er alls ekki betra að selja manni þetta hér. Bútvar. Bara heldur en einhver Arnari Sandi eða Hagkaup, sko. Já, eða Heimkaup. Þannig að og ég skil alveg þegar fólk verið frústurar af hverju sjálfstæðisflokkurinn ekki búin að ná þessu í gegn. Heyrðu, við þurfum annarkvort að vera stærri eða þau þurfa fleiri flokkar að vakna upp við það og verða hægri sinnaðar og mér finnst svo sem margir flokkar vera stela ýmsu í stefnun okkar og það geti vel gerst. Það er ekki bara fínt. Jú, það geti vel gerst á næstu árum. En þú ert alveg með, þú veist, miðflokkurinn Viðreisn, þau ljóta að vera að taka undir þetta sem að hætta bæli út ríki og selja þessar rekstur frá sér eða hvað? Já, miðflokkurinn er svona hit and miss í þessum málum, frelsismálunum. Nú stundum, það fer eftir svona hver er hagsmunahópurinn og svona það læði stundum framsóknarpúkin í þá. Já. Sem hefur ekki stutt það að búa til frumvarp netverslanir eða leggja niður ÁTVR heldur tala fyrir því að ÁTVR sé mikilvægt byggðamál land allt sé að skapa störf og svo framstu kvötunum en ég alveg skil þessi mál þannig er svona prinsipmál sem við erum að halda á lofti og mér þykir og þótti það mjög mikilvægt að þegar ég kemst í stöðu sem dómsmálaráðherra og fæ þar ábyrgð að ég sé trú minni sannfæringu að ég sé ekki að segja eitthvað í kosningabaráttum og svo því ég fæ völdin til þess að breyta þeim að koma ekki með þau það er nú hægt að spyrja Sigríði Andersen okkur hún kom ekki með þetta þegar hún var dómsmálaráðherra en svo svona þú veist að þið ætla að fá okkur saman en þarna kemur maður þó með frumvarp til að sýna vilja sinn og leyfa þá löggjafavaldinu eða ríkisstjórninni að taka ákvörðun. En sko nú ert þú lögfræðingur og þá voru fengnir ýmsir lögfræðingar til að reyna að útskýra bara er þetta löglegt eða ekki, við erum talað nú netverslu með áfengi og það er allir lögfræðin bara ég veit ekki hvað þetta er svo skrítið, þetta er bara ekkert clusterfuck. Sko, það er og það er einhver ástæða fyrir því enginn getur svaraði. Það er af því að löggjöfin nægir í rauninni ekki utan um þetta. En gætu náðu utan um þetta? Eða getum við ekki komið í veg fyrir þetta? Er þetta eitthvað bókun 35? Við getum ekki, að mínu mati, við getum ekki komið með frumvarp og bannað þetta. Nei. Segjum að við og þá segi ég, þá þurfum við að bregðast við þessu. Við búum hér og erum undir samningnum sem gefur okkur meðal annars frjálsa verslun og viðskipti. Það skiptir gríðarlega miklu máli og þess vegna geta allar, þú veist, hvað er þetta margar netverslan sem senda til Íslands núna? Fyrir nokkrum árum voru það 30.000 eða eitthvað. Fólk er svo að tala um aðgengi áfengi, það er 30.000 erlendar netverslanir sem geta sendt beint heimtíðin. Fyrir utan að ÁTVR á hverju horni, sko. Já, og eru með sína eigin netverslun og lýsa hana grimt og svo fram til göturum. Þannig að þarna þetta bara skarast á bara raunveruleiki það að byrju, ertu þá bara mótið að lagarinn sé á Íslandi? Eða viltu ekki að þetta séu íslensk fyrirtæki sem einmitt geta haldið úti kaupmannum á horninu, geta stuðlað því að það sé rafræn skilríki þegar þú kaupir vínið, sko. Aðgengi áfengi hefur stórlega aukist á síðustu árum en neysla hefur það ekki. Ákvæmlega.
Takk. Já, en þetta er fáránlega áhugavert. Sko, maður spyr sig hvort að baráttan sé vonlaus af því að miðin eru dauð. Sko, wow. Já, nei, bara, en ef maður veltir fyrir sig, sko, þessi Evrópulöggjöf sem að við getum ekki beinlínis, setjum sem svo að Sigurður Ingi gæti nú komið og sagt, herri, netverslun sem að þið hafi komist upp að lagi með að nota í áraræði núna, við ætlum að taka fyrir hana. Og allir séu bara ekkert mál flott, þetta fínt tímapunkt til að gera það. Það var það hitt. Það er bara ekki hægt. Þetta er Evrópulöggjöf sem við getum ekki, okkar lög eru ekki ofar Evrópulöggjöfin eða hvað. Það er ekkert fordæmi fyrir því að við tökum. Jú, það er alveg hægt að, það er komið með frumvarp sem segir að smásala og öll netverslun á Íslandi sé á hendi ÁTVR, en hverju breytir það í raun? Það væri hægt. Já, en þá þá er það ekki yfir ekki erlenda netverslanir, nei, og ætlar þá að segja vörugeymsla fyrir smásölu er bönnuð, en vörugeymsla fyrir heildsölu er leyfileg. Heildsali er leyfileg, sko. Fólk kaupir hér vínin á veitingastæði landsins, fyrir fyrirtæki, vínveitingastæði af heildsölum, sko. Þannig að þarna ertu bara komin í svona kreddu pólitík, þar sem stjórnmálamenn geta ekki rætt mála af því þeir eru hræddir við álit einhvers hluta almennings í staðan fyrir að taka réttar ákvarðanir um stöðuna. Og þú ert líka í þeirri stöðu að þeir einhvern veginn hlusta ekki á neinar staðreyndir nema háværustu vinstri raddir neyslu áfengis sem er bara lögleg neyslu var á Íslandi. Og ég kalla bara á þessa flokka og segi, ef þið getið ekki tekið, ef þið getið ekki tekið utan um þetta verkefni og þá stöðu sem er upp í dag, komið þá með frumvarpið sem reynir að banna þetta, fækkar verslunum ÁTVR, minnkar opnunartíman og hættir að leyfa ÁTVR að auglýsa. Ég hlakka til að sjá það fyrir. Já, þá er þið líka allt geðbillað, sko, held ég. Þá kannski myndi, sumir vakna upp af vondum draum hvaða hugmyndafræðið er raunverulega stiðja. Algjörlega. Og síður henni sjálfstæðismenn. Já. Úr einu í allt annað. Hvaða skoðun hefur þú því hvernig Bjarkey Olsen afgreiddi hvalveiðimálið? Átti Kata Jak einhverja sök á því hvernig fór á meðan hún var yfirráðuneytinu mögulega? Ég var mjög ásótt hversu seint það var afgreitt. Já. Mér finnst stjórnsýslan, við byrjum mikla ábyrgð við sem förum fyrir stjórnsýslu á Íslandi, að hún virki fyrir fólk og fyrirtæki. Hér er atvinnufrelsi og við eigum ekki að koma fram með atvinnulífi með þessum hætti. Nei. Þannig að ég var ásátt hversu seint þetta kom, af því að það var búið að eyðileggja í rauninni veiðina og já, það er bara staðan. Já, ósátt við þetta. Eigum við að veiða hval, já eða nei? Ef Hafrannsóknastofnun mælir með að það sé hagnýt nýting á auðlindum okkar og sé í lagi og það sé ekkert annað sem mælir gegn því, að þá er atvinnufrelsi í þessu landi og ég styð bara verðmætasköpun. Já, takk. Já, takk fyrir það. Takk. Kontaktfyrirtæki er okkur. Já. Það er okkar menn. Það er okkar menn og við kaupa á fyrirtækjum. Það er okkar bestu vinnur. Þeir eru toppmenn þar. Við kaupa á fyrirtækjum við fjárhagslega endurskipulagningu. Það getur verið gott að skoða fjármagnsskipanna, hvort breytingar sé þörf eða hún sé yfir höfuð heppileg. Já, í þessu vaxtaumhverfi þá er mikilvægt að skoða. Já, hún skiptir máli. Kontakt hefur reynslu og þekkingu þar á samt því að vera bæði með gott samstarfi fjárfesta og lánastofnunir. Kaupa, selja fyrirtæki. Já, fjármögn, segja fjármagn. Þá voru þeir eru bara veltengdir og fróðir í sínu. Basic. Þannig að það er kontakt fyrirtæki ráðgjöf. Sem leiður okkur í næstu spurningu. Já, þeir eru þeir vilja einfaldlega spyrja talandi um persónufylgi. Getur samfylkingin haldið út með það fylgi sem hún hefur mælst með í skoðanakönnun? Allt fram að kjörda. Það á alveg eftir að koma í ljós. Það er auðvitað mjög þægilegt að geta einhvern veginn reynt að byrja á núllpunkti og hún hefur gert það mörgu leyti mjög vel. Sagt svona lagt vók og kreddu málinn til hliðar. Líka svona
svona tókenmál sem Samfylkingin hafði haldið mjög hart uppi, hvað sem það Evrópusambandið eða ný stjórnarskrá, leggur svona það til hliðar, segist ekki bara neina ábyrgð á hvað Samfylkingin hefur gert í fortíðinni, og getur svona valið sér svolítið afstöðu til ýmissa mála, en skila líka ennþá auðu í mörgum málum. Nýtur hún samt ekki smá góðsaði að vera með hreina skjöld? Jú, það þetta þægilegt og Íslendingum finnst það oft best af því að við öll sem erum í stjórnmálum erum öll svo hræðileg. Já, nákvæmlega. Nei, en hún nýtur þessu þetta og kemur bara sterk og fersk inn fyrir jafnaðarstefnu, en á sama tíma að þá hún að skila auðu í mikilvægum málum, útlendingamálum og orkumálum, sem mér finnst skipta Ísland öllu máli, sem og auðvitað ég get ekki tekið undir hugmyndir hennar sem greinilega eru bara þessar gömlu hugmyndir Samfylkingarnar sem fara aldrei, hvort sem það kemur nýtt andlit og ný stefna og svona nýtt merki og allt þetta. Það greinilega ennþá stefnan að stór auka ríkisútgjöld og hækka skatta á fólk, og það bara grunnurinn bursi frá því að þau séu ennþá að skila auðu í einhverjum málum og að færast okkur nær okkur í einhverjum málum. Ég vona samt að ég hef alltaf óskað þess að það sé stór sósíaldemókratískur flokkur á Íslandi, af því að þeir á Norðurlöndunum virða skilja útlendingamálin, þeir styðja atvinnulífið og eru alveg stuðningsmenn sumra frelsismála, þannig að ég hef alltaf sagt að það væri frábært að það væri þannig flokkur til að vinna með, það væri góður kostur, og með við svona þá stöðu sem við hefum haft í stjórnmálum í dag með að það þurfi að minnstakosti 3 flokka til að mynda ríkisstjórn, og þeir eru mjög margir að tala fyrir svona þessum token málum sem og setta svona kerfilega á dagskrá og það megi ekki tala sumál, en mér finnst það vera þess að breytast og ég vona bara að vinstri stefna síðan þess að detta úr tísku, af því að mér sýnist vinstri stefnan dottun úr tísku hjá stuðningsmönnum Samfylkingarinnar já, og og aðri vinstri flokkar ekki að mælast hátt, þannig að ég vona það að vinstri stefna síðan þess að detta úr tísku. En sko, hægt því að er hægt að slá þessar hluti út af borðinu alveg fram á kjördag? Það er einhverjum tíma að svara fyrir til dæmis hvaða línu hún ætlar að taka í útlendingamálum, ESB, já eða nei, eða bara hægt að draga það endalaust? Nei, það ætti ekki að vera, en fjölmiðlar ganga ekki mjög hart að henni að svara þessum spurningum. Það lítur að vera gert fyrir kjördag því að ég myndi ekki vilja fara inn í kjörklefa og hugsa að setja X við S á þess að hafa svörin þessum spurningum. Ég var eitt að fæðast í haustum af núna. Þetta er svona daldið eins og Halla Hrund dæmið. Halla Hrund var að pakka fórstakostningunum, svo þegar hún þurfti að mæti í tíði og svara allar spurningarnar. Mögulega, veit það ekki. En Kristján, reyndar ef ykkur getur sokkað með ára Kristján. Miðflokkurinn þurfi ekki að hafa á að gera honum, hann er töluvert nær Sjálfstæðisflokknum. Jú, hann er að narta. Ég var alveg gaman að þeim félögum, var með Sigmundur Davíð alþjóðanefnd þegar ég var þingmaður og við ferðum saman og við erum sammála að mörgu leyti og þeir eru eins og Samfylkingin, þeir geta svona komist upp með að segja bara allt og slá sér til rittar í ýmsum málum. Að mörgu leyti eru þeir samt ekki þessi hægri flokkur og þeir eru að vilja vera núna því að þeir sjá að það er auðvelt að ganga alltaf svona aðeins lengri en við og styðja okkur í þeim málum til að taka ákveðið fylgi. Það er bara klókt, en þeir kjósa gegn ýmsum einföldun regluverksfrumvörpum, sameiningum, niðurskurði og frelsismálum. Þannig að í þinginu finnst mér þeirra saga ekki vera jafn fögur og þeir málana. Þegar þeir eru að mála sig sem hægri flokk, þar að segja. En ég er ánægð með það í mörgum öðrum málum og þeir styðja okkur, en það er auðvitað bara ekki mikil stuðningur í 2 þingmönnum. Það dugar skamt í sumum málum. Þeir styðja okkur í útlendingamálum og svona einhverju. Já, simmi maður. Áfram, Áslaugun aðeins byrja að tala Sjálfstæðisflokkinn á, við verðum aðeins að halda áfram.
Sko, ég ætla bara að byrja á einni opin spurningu. Hvernig getur Sjálfstæðisflokkurinn rétt af þetta skelfilega fylgi sem að meðalast með og 16. mánuður röðum margtakumunur á milli Samfó og Sjálfstæðisflokks? Já, við þessu talsveit landsvar, held ég. En það bara mjög mikið verk að vinna. Þetta óásættanlegt og við verðum að horfa í einn barm. 15%? Já, 15 í maskínu, 18,5 í Gallup í gær. Bæði slæmt. Bara sama hver þetta undir 20%, við erum bara að vera ósátt við það, mjög. Og við þurfum bara að gera betur. Og þarna held ég að það sé mjög margt sem spilar inn í upplifum fólks í dag, auðvitað kristalla svolítið af stöðu efnahagsmála, það að segja vöxtunum og verðbólgu. Og það bara óásættanlegt að hér séu húsnæðislan með 11% vexti. Það ekki samfélag sem við ætluðum að búa við. Nei. Við höfum gefið mjög mikið eftir og við höfum kannski fórnað of miklu í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Já. Gagnvart ríkisfjármálunum og ég minnist auðvitað þess að sat í ríkisstjórn 2019 og við vorum að skila fjárlögum talsverðum það var engin halli á þeim fjárlögum, talsverðum afgangi. Svo kemur COVID og ég myndi segja að sá tími sem ég langar nú ekkert sérstaklega að minnast og ég held að engin, ég held að allir fái svona smá svona vanlíðina tilfinningu inn í líkamann, en þar fórnuðum við líka ómiklu frelsi og þar af leiðandi fjármagni sem skapar að einhverju leyti þá stöðu sem við erum í dag. Já. Og ég held að við þurfum bara svolítið að líta í eigin barm gagnvart þessu. Af hverju erum við ekki með skýrari skattastefnu, hvernig við sjáum fyrir okkur að lækka skatta til að stuðla framförum. Hvernig við sjáum fyrir okkur hvernig við þurfum að einfalda regluverk fyrir atvinnulíf svo að ríkið sé ekki að þvælast fyrir. Að við heyrum þessar sögur þar sem það ennþá þröskuldar í kerfinu. Þrátt fyrir að þú getur horft á sögu Sjálfstæðisflokksins til, við erum búin að vera við völd eila alla mína tíð, utan örfá ár. Já. Og sú saga af landi þetta frábær. Sú saga af uppbyggingu, verðmætasköpun, störfum, bara hagvexti, við erum bara eitt fremsta land í heima mörgur sviðum. En við segjum það ekki við fólk í dag sem að missa vextina úr þeim gæti ekki verið meira saman það bara, við erum að tala við fólk í þessu landi. Og ég get alveg verið stolt af þessari sögu og útlendingar koma hingað og bara eru pólitíkustar og bara vilja læra svo margt af okkur og við höfum svo margt til brus að bera. Þegar við erum nákvæmlega á þessum tímapunkti og skoðum stöðu ungs fólk sem bara almennt kemst ekki út á húsnæðismarkaðinn eða í þessu vaxta rugli, barni kemst ekki á leikskóla. Þau heyra ekki í Sjálfstæðisflokk sem ætlar að reyna að segja söguna. Af því að við erum líka alltaf í pólitík fyrir næsta skref og framtíðina. Já. Og mér finnst við þurfa skýrari sín fyrir landi til lengri tíma. Og hún á að koma á grundvelli, bara hver hún á grundvelli hægri stefnu Sjálfstæðisflokksins. Og þar þarf að ræða alls konar erfið mál sem við þurfum að vera miklu duglegri við að setja út dagskrá. Ég held svo sem líka að við þurfum svolítið að endurnýja bara þetta samtal við fólk. Ég finn fyrir rosalega miklum áhuga hjá yngri kynslóð að skilja hugmyndafræðina, að ræða hana, ég finn bara fyrir áhuga á pólitík. Já. Og það er rosa gleðilegt. Ég ætla alveg að fagna því sama hvar fólk fer á kýs, af því að þá held ég að virki líka ekki að koma fram sem flokkur og segja er ekki bara best að kjósa okkur, því við höfum einhver skoðun. Sjáum líka bara í forstakostningunum að það hefur aldrei verið jafn góð kostning hjá unga fólki, er ég að bulla? Nei, ég held þessi rétt hjá þér og það er ótrúlega ánægilegt og ég finn svona að það er meiri áhugi og það er svona ábyrgð svolítið okkar að skýra hugmyndafræðina hvernig hún snerti fólk og af hverju hún skiptir máli þú kýst í kostningum. Af því að það er eitt að einhvern veginn, já, þú fílar alls konar manneskjur í flokkum en þú ert að kjósa flokka
sem hafa ákveðið svona kór og þú ætlar að trúa því að þeir hafi þetta kór í öllum ákvörðum af því að þið nennið ekki að fara í þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu öll mál 20 sinnum á ári eða oftar þannig að og sjálfstæðisflokkurinn þarf auðvitað líka hann þarf að skýra stefnu sína hann þarf að útskýra hugmyndafræðina hann þarf að tala betur til fólks hann þarf að vera með skýrari stefnu gagnvart ýmsum málum sem fólk skilur hann þarf að ná meiri árangri þegar hann kemst til valda og í ríkisstjórn hann þarf líka auðvitað að gangi gegnum einhverja endurnýjun og breytingar og og það bara verkefni framundan að reyna að snúa þessu við að reyna að ná til fleira fólks og ná meiri árangri sko. Já, ég var einmitt búin að skrifa nokkur atrið hjá mér, þú ert búin að nefna þetta þú veist, efnahagsmálin, ná verðbólgumarkmiðum nýsköpun, vinnumarkaðar, ríkisfjármálin og skattamálin eins og þú segir, mögulega kannski þó þið sem ríkisstjórn allan tíma, kannski gefið aðeins svo mikið eftir, svona, ef maður horfir í baksýnisspegilinn. Já, ég held að við þurfum alveg bara svona þess að horfast í augu við það að við erum auðvitað búin að vera í ríkisstjórn með ólíkra flokka. Við höfum náð mörgu gegn, við vorum að klára hér þinglok þar sem við klárum útlendingamálið, lögreglumálið, við vorum að sameina sjóði, við vorum að hagræða, sameina stofnanir, við náðum mörgum af okkar málum í gegn og við erum alveg með skýrt erindi í pólitík. Fengum mannréttindastofnun líka ekki glemma henni? Jú, Hildur Sverrisdóttir rifjaði það nú fallega upp í Morgunblaðinu í dag þegar Sigmund Davíð stóð fyrir þingsályktunum það að lögfesta það að þingi myndi gera þetta. Ja, það máli? Já, þið með kynna ykkur þá sögu en ég sem dómsmálaráðherra reyndi að þegar mannréttindin voru ennþá þar þá tók ég þetta af þingmálaskránni sem þetta var á því ég kem þar inn af því að ég vildi ekki búið til nýja stofnun. Þannig að þú ert að móti mannréttindum? Það er það sem að en ég svo tækifæri að sameina fleiri stofnun það undir í verkefni og annað en staðan sko ef við förum aðeins aftur í efnahagsmálin og ríkisútgjöldin kannski það mikil umræða meðal hægri manna ríkisútgjöldin og þar megum við ekkert eitthvað að fara í vörn og segja bara þetta nú hefur sínar útskýringar, jú, það þetta hægt að skoða hvað þarna á baki og launakostnaður stór þáttur af þessu, en af hverju sko við erum hér með vinnumarkað þar sem við erum með einn hæstu laun í heimi við höfum hækkað laun meira en aðrir en við getum ekkert bara bent á vinnumarkaðan og sagt bara það bara þeim að kenna sko þau eru þetta líka að keppa við umhverfi þeirra sem starfa á opinbera markaðnum og á opinbera markaðnum gilda aðra leikreglur af því að það gömul lög opinbera starfsmenn þar sem þeir njóta meiri verndar það mjög mikil réttindi en í dag eru þau ekki með lægri laun og þá auðvitað það verið að og það svona spurning bara að býta hver alltaf skottið á sér Já, í gamla daga var þetta engagenni borgaði betur, verið réttindi og þá kannar alveg skilið sko, við erum að reyna að fá fólk hérna í óbyrg það er aðeins örugra starfsumhverfi og það má ekki bara vera eins mikið flæða fólki og annað slíkt en síðan það líka bara útgjöld í mörgum málflokkum sem fólk segir bara að það má ekki skerða það má hvergi kötta og hér koma stjórnmálamenn og það bara stjórnmálamenn sem setjast eða bara hvar sem og lofa meiri útgjöldum það getur bara ekki verið verkefnið okkar núna og það getur heldur ekki verið verkefnið okkar að réttlæta það sé farið vel með fé hjá hennu opinbera að öllu leyti það bara ekki gert og það bara sorglegt að sjá við að við förum ekki betur með fé af því að það lítur að vera svona og við þurfum að viðurkenna það sem sjálfstæðisflokkur að þarna getum við bara gert betur hvort sem við lítum til millifærslukerfana bótakerfana heilbrigðiskerfisins sem eru þessi kerfi taka langstærstu útgjöldin en þau má aldrei snerta en það sem vandinn líka að því fólk alltaf segja meiri útgjöld, meiri árangur sko, þá bara ekki alltaf saman sko. Já, kannski eitt sem langar að spyrja þú tala að þau eru nú að hagræða samin á stofnunum og fleira, en verið að láta eitthvað fólk fara eða bara að vera að búa til enn stærri stofnunir? Það misjafnt eftir ég hef svona haft það prinsip að þegar ég að samina hluti að þá
tryggi ekki öllum störf áfram og finnst að það þurfi mér finnst það mikilvægt prinsip sem bara fólk í hagræðingunni sem þessi stað já, það verður einhver hagræðing, það einhver svona endur hugsun og hvað þarf raun og veru marga það er minnkar yfirbyggingu að sameina að sjálfsögðu en síðan þurfum við að skoða þessi störf og vera óhrædd við að segja betur, sko, kerfið það er ekki sko, sjálfsagt eins og það byggt upp í dag það er ekki bara fastin maður þóra að hugsa, hvernig værum við að hugsa þetta að við værum að byrja upp á nýtt værum við að sinna öllum þessum verkefnum það er bara svona sér ráðuneytum sem við þurfum að Já, gætu við, segjum að maður myndi nú fara í pólitíkina, gætu maður sett sér eitthvað markmið bara að við ætlum að fækka ríkisstarfsmönnum x mörg % árið eða eitthvað eða myndi maður kannski fá lága kostningu ef maður myndi segja það Nei, auðvitað sko, ríkisstarfsmenn er ekki allir slæmir Nei og ég upplifi það að ríkisstarfsmenn lang flestir, þeir vilja alveg losna undan þessum lögum opinbera starfsmenn þeim finnst þetta niðrandi þegar það er talað og auðvitað er þetta mikil réttind en hver vill vinna á vinnustað þar sem er verið að reyna að reka þau en það er ekki hægt það vill auðvitað engin venjuleg manneski að vinna á þeim vinnustað þar sem allir er ósóttu með þig það er samt mjög þægilegt að geta ekki voru reikin Það eru ekkert gaman heldur að því að þetta eru bara frekar hávar umræða bara alltaf, ríkistarf bara komið frekar neikvætt umtal Ég hef nú seint verið eitthvað talsmenn ríkistarfsmanna Ég ætla samt að taka undir með áslögu að það er örugglega leiðilegt fyrir ríkistarfsmenn að heyra stanslaust í hlaðvarpinu sig okkur hvað eru, eða skilur að ríkistarfsmenn alltaf tala svona smá niður þetta þeirra Já, af því að það er mikið að góða fólki en mörg verkefni finnst mér bara yfir höfuð ekki vera á hendi ríkisins með meiri einkarekstri að þá væri færri ríkisstarfsmenn með aukinni sjálfvirkni væðingu og nýtingu gervigreindar hjá henni opinbera þá getum við fara að tala um alveg prósentur og það er vinna sem ég er með í gangi fyrstu aðgerðaáætlun Íslands í gervigreind bæði fyrir samkeppnishæft atvinnulíf en líka fyrir starfsemi hins opinbera og ég hlakka mikið til að sjá hvað ég get kynnt í haust í því, það er í fullri vinnu og ekki síst vegna þess sem ég er ennþá í vinnu hér í júlí að því að þetta er forgangsverkefni hjá mér en þessu tengist má sko hvernig við stjórnum ríkinu og traustið á kerfinu af því að þú veist, þið talið hér oft í ýmsum þáttum að það er svona vantraust á kerfinu og þetta er þekkt, þetta er svona trend allan heim og það er kannski svolítið mismundi hvernig þetta kemur fram en það er svona vantraust á kerfinu, það er lítil tiltrú á stjórnmálunum við ekki náða að byggja upp traust á stjórnmálum og ég held að það kristallist aðalega því að fólk upplifir að kerfið er að fara að hringsnúða sem sjálft sig það snýst einhvern veginn sjálft sig stjórnmálamenn mæta í kosningabarátur og segja, ég ætla að gera þetta og mér finnst þetta og svo bara komast þeir til valda og ná því ekki gegn og fólki finnst stjórnmálamenn ekki ná nægum árangri og vera einhvern veginn fast í þessu hringiðu kerfisins þið eru með mér þetta ok, fá pælingar síðan kemuru þarna inn sjálfur og inn í ráðuneyti og þar ertu bara, ég er að bretta bermarnar og láta til mín taka sko og maður upplifir það að kerfið er mjög upptekið af svona viðbragði áríðandi málum eða málum sem svona dynja á það er allir fyrirspurningar frá Birni Leví það er alls konar þú veist, og þeim er bara gott að blessa þarf að sinna og síðan er það alls konar mál sem kom upp, ykkur fjölmiðli það er mikla ykkur húsnæði hjá einhverju stofnun það er eitthvað einheltsmál í einni stofnun þú veist, þetta er bara svona dag frá degi það er eitthvað dramatík í fjölmiðlum út af ykkur þú veist, það er bara það þarf að sinna þessu öllu það er eitthvað, það er að skipa ykkur eitthvað, þú veist, og þetta er allt svona tilfallandi verkefni sum áríðandi, sum alls ekki áríðandi en ef allir eru þessu þá er ekki unnið að mikilvægu stefnumótandi málunum sem eru bæði áríðandi og mikilvæg bara vinna dag frá degi já, en það er kannski enginn að hringin á bylgjuna brjálæður yfir það ekki verið að sinna þessum mikilvægu málum eins og bara við vorum að ræða í upphafi fjármögnunar líkan háskólana það er enginn brjálæður yfir þessi ekki búið sko nei. þú veist, þetta er ekki eitthvað mál sem ég í pólitík
geta einhvern veginn, þú veist, bara stóra máli en þetta skiptir máli hvernig við erum að fara með 40 milljarða þú veist, og meðan við erum að díla eitthvað við ykkur 150 milljónir hérna til eða frá í ykkurum litlum málum sem fær alla aðteglina og það var út af þessu vantraustinu á kerfinu og lítilli skilvirkni og litlum árangri síðan stjórnmálumanna sem kom inn og þeir ná ekki að breyta hlutunum sem ég ákvað að breyta ráðuneytinu mínu completely því ég fekk ráðuneytinu nr. 2 eftir dómsmálaráðherra og kemur þetta ráðuneyti Háskóla nýsköpunar og ég segi bara ég ætla ekki að sitja hér og stjórna ekki þessu ráðuneyti Nei ég kosin hér til þess að taka ákvarðanir og til þess að klára mál Þannig að þú fórst á pönnuna og hvað fórst að gera? Ég ákvað að taka þetta allt í gegn það er búið að taka tíma en ég trúi því að við séum komið þannig kerfi að fleiri geti lært að því og við erum byrjað að fá mikinn áhuga frá öðrum ráðuneytum, stofnunum þess að Reykjavíkurborg bara velkomin á vagnina hérna þú veist af því að ég trúi ekki að þessi viljinn eins í kerfinu að fólk upplifir ekki að kerfi sér fyrir þig en af hverju fólk vantrist í stjórnmálunum vantrist í sjálfstæðisflokknum og valdinu við erum orðin smá kerfisflokkur við erum að verja kerfið Sammála. Við erum ekki kosin til að verja kerfið Nei. við erum kosin til að vinna fyrir fólk harðduglegt fólk í samfélaginu alla sem bara hvar sem þau eru við erum að vinna fyrir þau Rétt. og þegar fólk upplifir að við erum orðin föst í ringsnúningi kerfisins að vinna fyrir kerfið þá skilji bara vel að fólk tengi ekki við okkur Já. og þess vegna held ég að það sé gríðarlega mikilvægt að þegar þú færð tökin til þess að breyta hlutunum að maður nýti það og verði ekki samdöina að kerfi eins og það sé í dag er eins og það eigi alltaf að vera Sammála því og ég fækkaði, þú veist, í venjulegum ráðuneytum eru svona skrifstofur, ég hefði getað haft skrifstofu Háskóla, nýsköpunar, iðnaðar, fjarskipta, neturyggis, gervigreindar, gamesins, þú veist, og skrifstofustjóri yfir þessu öllu, svona síló, fáir á skrifstofu, ég ákvað að leggja algjörlega uppbyggingu ráðuneyta niður, breyta algjörlega um kúrs, þannig að þeir sem eru að sinna áríðandamálunum, þeir eru í saman skrifstofu, framkvæmd og eftirfylgni, viðbragði og stjórnsýslu, en stefnumörkun fær að vera í friði frá daglegu amstri og það er það fólk sem er í að leysa ráðgátur síðan teki öll verkefni í ráðuneytinu af því að ráðherrar vita sem ekkert hvað fólk er að vinna í ráðuneytinu þau setja eitthvað á dagskrá en svo vita þau ekkert hvað allir eru að gera og það eru sumir í einhverjum verkefni sem eru kannski löngu byrjuð einhverjur innleiðingar, þú veist sumt sem þarf að gera, annað bara sem var einhvern veginn í gangi síðan síðast ég tek öll verkefni upp á borð og með fólkinu forgangsröðuðu þeim aðeins, ég fæ að vita svona mikilvægi hvernig þau upplifa þau en ég skila síðan loka forgangsröðun og þá segir bara, það er þessi 10 þau eru algjöru forgangi núna nú tökum við lótu sem er 8 vikur og þið vinnið bara í þessu ég ætla að setja hinn á ís og einn maður sagði við mig í ráðuneytinu hann sagði, Áslaug, verður bara að segja það sko, ég er búin að vinna þetta bara síðan þú varst á leikskóla í stöðkerfinu það er bara aldrei neitt ráð þegar að sagt mér ég með hægt að gera eitthvað og þú veist það er kannski upplifun því þau vilja ná árangri með þér en þegar þau þurfa að halda öllum boltunum og alls konar líka smáræði og eitthvað og ekki skýr skil á milli viðbragðsins og sko stefnumörkunar að það gerist stundum ekki neitt svo hvað ég bara skipa enga stýrihópa engin ráð, enga nefndir ekki ein, ekki ein, við hvað er margar í stjórnarráðinu við sko búið að skipa margar nýja stýrihópa ráðunefndir síðan bara skipa í fyrra ég bara þór ekki að segja 127 það er ekki nóg þannig að og ég segi bara þannig erum við að borga oft, ekki alltaf fólki, en við erum líka einhvern veginn að dreifa hlutu svolítið á dreif þetta er kostnaðarsamt og ég líka reyna að eyða slæmur í fundamenningu við Íslendingar erum alltaf hræðilegir sko við elskum leiðilega fundi við höldum ógeðslega marga fundi, það eru ómargir á fundunum það er ekki dagskrá á þeim það eru, þú veist, einhvern veginn engin útkoma að þeim aldrei og við skilgreindu svona hver eru fundir frá helvíti og allir fengi að pizza inn nafnlaust hvað var bara vestu fundir í heimi og það var mjög svona skýrt og við reynum að reyna að breyta því að tíminn og framleiðnin í stjórnarráðinu er ekki nóga góð þú veist, það er líka búið að biðja mig að skipa í sko 40-50 stýrihópa og ég með, þú veist, innan við 50 mann sko en þannig að það er svona partur af þessu og við erum bara með annað vinnulag til að hafa samráð og samtali fólk og
og það svona bara margt svona sem hefur gert það verkum að maður nægir að klára verkefni sem hafa stundum ekki klárast kjörtímabil eftir kjörtímabil maður getur forgangsraðið fyrir sína pólitík og náð árangri og ég held að með þessu þá sjáum við líka að þú getur aukið skilvirkni þú getur fækkað starfsfólki þú getur klárað svona verkefni sem eru svona þessar kerfisbreytingar fyrir fólk sem skipta máli og ég vona að svona vinnubrögð geti aukið traust á stjórnmálum en líka að fólk upplifa að kerfi sé að vinna fyrir það. Þetta einmitt áhugavert og gaman að fá svona sögu bak á tjöldin hérna Áslaugu að því að maður hefur oft heyrt af því að ráðherra hafa lappað inn í ráðuneyti, ég ætla ekki að nefna neina en við höfum heyrt það bara nokkru sinnum og þeir eru eiginlega bara mættir inn sem starfsmenn og það eru bara aðrir sem stjórna sko. Þannig að þetta er mjög áhugavert að heyra þetta. Það er svona sem ég sagt við þið, þetta er bara rosa mikið að gera hjá okkur bara engin tími fyrir þín gæluverkefni. En hei, velkomin til starfa. Sko aðeins áfram í þessu, ég náttúrulega horfum á þessar kappræður fyrir helgi á milli Trump og Biden mjög skemmtilegt, veit allir að horfa á það hvort er meira grísástand í Valhöll eða Hvítahúsinu þessum dagana? Ég myndi halda að það sé meira grísástand í Hvítahúsinu ég finnst það alveg borðliggjandi eftir þessar kappræður. Þetta var rosalegt. Við erum með ótrúlega kláran formann og forsætisráðherra þannig að hann hefði smókað þá í þessum kappræðum. Sá þess að mun á Joe Biden sem Stefán Einars hætti á Instagram. Þetta er rosalegt. Það er rosalegt sko, en þegar þau fóru að tala og meta sem það hverju verið betri í gólfi þetta bara valdamestu menn heims þetta er sann sorglegt og snerist ekki einu sem bara hver vinnuður ég bara held þú getur ekki haldið á pókanuðinum allan tímun þetta er svo gal Svo þegar hann spurði Trump út í umhverfismál hann líka, já ég var að spyrja my weather people á hann ég bara, hvað hann að segja, gaurinn sko clean air we had H2O Þetta var rosalegt en þetta er sorglegt að Bandaríkin, þetta frábæra land hafi úr að velja þessum gamalmönnum Já, það er ótrúlegt Það er bara mjög leiðilegt Það er einhvern veginn og skilningi manns hvernig má það vera að þetta endir svona? Já, þetta er einhvern veginn kerfið og einhvern veginn það er orðin svona þetta finnst alltaf einhvern veginn að fara að ræða polariseringu og eitthvað svona, en þetta er bara einhvern veginn Þetta er eitthvað meir en polarisering þegar þú komið bara nýraðan mann En ef maður væri svona Joe Biden og því ég held að hann sé góðu maður Þú veist, af hverju segja hann ekki bara ég er orðin og gamall fyrir þetta en að leiði Kamala Harris að fara inn eða eitthvað ég skil það ekki Já, og það hljóta að vera betri kandidatar það núti í flokknum en það er líka áhyggjuefni að það kom ekki öflugra fólk í pólitík og í stjórnmál eru fáránlega skemmtileg þú veist bara einhvern veginn að díla við þú veist, dag frá degi bara reglur samfélagsins bara hvernig við ætlum að byggja það upp hvernig við ætlum að fara til framtíðar veist, þetta er eitt besta jobb í heimi þó það fylgis alls konar bras það bara heldur enginn að þetta veri auðvelt sko. En og við verðum að fá gott fólk í stjórnmál Hvernig finnst þetta trendi vera þar? Við erum með fullt af góðu fólki en ég er svona vona að þessi bylgja núna af áhuga sem ég finn fyrir hugmyndafræði og umræðum fólk er ekki að skila auðu en það hefur skoðanir og ég gleðst því stundum hefur mér verið legið á hálsi að sem ég smá fyndið að rifja upp núna ég sé of svona hörð ég segi skoðanir mín eru of umbúðalaust en núna allir komum að krafa bara plýsa að vera að skýrari sko og ég gleðst svo segið því að ég fór ekki í pólitík til að vera allra en ég fór í pólitík til að ná árangri fyrir alla það þurfi ekki allir að vera sammála hvernig ég kemst þangað Nei, nákvæmlega, vel svarað Við spurðum hún líka síðast og við erum að fara að spyrja það aftur og ástæðan fyrir ég segi grísátti var alltaf Hvítahúsinu því að mér uppáhald fjölmiðl, Devaf var með þessa frétt hann mér ást að góð þarna pönslæn Þú er nefndi söguna þar að bjóða fram til formans á næsta landsfundi er það rétt? Þannig er þetta bara við að velta upp fólki sem það er líka mikið agenda hjá þeim sem skrifar þetta og á marga miðla þegar það verða að velta upp hver tekur við í sjálfstæðarflokknum sem eru auðvitað búið að vera að velta upp lengi
og það alltaf Íslandi svo lítið að maður veit hver á bakvið hinn ýmsu skrif og hvað hann eða svo manneskja vill ég hef auðvitað metnað og ég líka engum það ég hef rosalega skoðanur á því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn getur gert betur en það bara ekki komið að þessum slag og þá ætlum ég bara að einbeita mér að mínum verkefnum Mjög flott og pólitískt svar Já, þetta verður spennandi hvernig það fer lengjum en Við þurfum eiginlega að tryggja okkur næsta landsfund Við hljótum að geta fengið fjölmenni Já, það greinilega hægara sagt en gert Já, það ekki fyrir alla Það ekki fyrir alla Það þessi klíkuskapur í Sjálfstæðisflokknum Þá má líka ræða það hvort það ekki að kjósa formann í almennum kosningum Já, einmitt Sjálfstæðismanna, en ekki bara í litlum hópi Einmitt, það var hann hitti síðast maður Ok, næsta mál Hvað segirðu? Nei, ekkert Það að vera spenn í leiknum, ætlar að segja það? Ég er bara, Já, við hefur eiginlega hátt að þegar við vorum að spyrja Áslaugu út í með hvað Leon heldur á EM sko, náttúrulega því að hún setur alltaf á lengina sko. Ég gerði það allavega alltaf. Hún setur englendingana. Þú tippa á englendingana þar alla leiðið það? Já, mér skaman að halda með einhverjum sem allir hatast með það. Já. Ég, sko, munurinn á mér Áslaugu. Ég vil ekki bara fara á vagnin. Ég fíla litla mannin. Þú veist, ég hélt með Slóvakíu af því að ég hef alltaf gaman að litla mann. En það kannski bara ég. En hef ég gaman á óvinsal teik. Heyrðu, eitt í þessu, sko, og nú talandum degluna, það sem er í deglunni. Running Tight, þú skrifur þetta viljayfirlýsingu til stuðnings þeirra. Þetta er baka. Já, þetta er líka... Það lítur eitt lút. Þetta er erfiður heimur, einhvern veginn. Þessi sjálfbærni kolumnslósunar heimur. Það sé ég mestar ágjör að þetta sé að vera að skemma fyrir öðrum sem er að gera góða hluti, sko. Já, sko, er hægt á að verkefni tengt kolumnslósun sé að fara böndunum og hversu góðar gætur á þessu þurfa að hafa. Eigum við bara að vera mjög tortrygginn eða hvernig á maður að fóta sig í þessum heimi? Ég veit ekki hvort allir hlustundur séu að fylgja, hvort þeir viti hvað þetta verkefni er. Nei, kannski byrjum á því. En það eru það voru fjórir ráðherrar sem skrifu undir viljayfirlýsingu fyrir bandarískt hugvit sem langaði að vera starfa á Íslandi og byggja upp sína starfsemi hér. Svo viljayfirlýsing fólst bara í stuðningi við það að hér kæmu erlendar hugmyndir og nýsköpun til þess að stunda rannsóknir og búa til verðmæti og það er gríðarlega verðmætt fyrir Íslands samfélag að vera samkeppnishæft þegar kemur að slíkum hugmyndum. Það var umfjöllun þetta verkefni síðan núna á heimildinni og einhverjum fleiri út af því að það er hægt starfsemi og það er eitthvað svona áhöldur það hvernig rannsóknirnar hafi farið fram og hverju var hendi í sjóin. Svona einstuttumáli. Þetta var svona sum up. Það var mjög vel gert. Sko, þurfa að fara varlega. Ég stend bara með atvinnulífinu og það þýðir ekki það að þau þurfa ekki að fara eftir reglum. Það eru eitthvað reglur og eftirlit sem við þurfum að fara eftir. En það að styðja það að hinga komi manneskjur með stórar hugmyndir sem þau telja að geti skapað verðmæti og haft góð áhrif fyrir umhverfið, það er bara ekki sem mælir gegn því að ráðherra gera það. Annað er síðan að þarna voru fara fram rannsóknir og ég þarf ekki og ég get ekki tekið ykkur afstöðu til ég var ekki að fylgjast með hverju fasa rannsóknarna en þú verður að geta stundað rannsóknir í einhverju umhverfi til þess að finna bestu lausnirnar. Það bara sjáum við okkar bestu fyrirtækjum. Kersys var ekki til úr engu. Það er búið að stunda hér áralangar rannsóknir og prófa hluti, fjárfesta mikið, gera mistök og svo verður til fyrirtæki sem er selt á alla þessa fjármuni. Og ég óttast smá, bursi frá því hvað kemur út úr þessu, er að hvað vinstrimenn eru ótrúlega fljótir á vagnin gegn lausnum í loftslagsmálum. Af því að þetta eru lausnir einkaframtaksins og þetta er fyrirtæki sem gæti hafa grætt. Það er bara ekki vont að græða pening og það er forsenda þess að við getum fjármagnað þessi kerfi okkar að við búum til meiri verðmæti og þessar lausnir og staðan í þessum kolefnishlutleysisbransa þetta er auðvitað alveg þetta verður flókið og það er örugglega eitthvað sem er að ganga frábærlega upp og skiptir máli fyrir umhverfið. Það verður fullt af hlutum sem munu ekki gera það.
en ég hef ekki trú á því að það sé ríkið eða skattheimta eða útgjöld sem muni gera það verkum að vinna árangur í loftslagsmálum. Ég trúi því að það eina sem mun hafa raunverulega áhrif eru nýjar lausnir og ef þær verði ekki til að þá bara getum við hendin hanglaðinu sko gagnvart því að ná árangur í þessu því náum því ekki gagnvart bara með skattheimtu eða þvinga einhver orkuskipti á atvinnulíf sem ekki tilbúið í það eða lausninar ekki til. Sammálaður í einu og öllu Áslaug. Sko eitt sem velti fyrir mig samt með þetta auðvitað elskum við einkaframtakið og viljum sjá þessi fyrirtæki blómstra og skapa verðmæti en sko eins og með ég meina ef við bara gleipum við umfyllun heimildarinnar og setjum sem svo að þeir hafa bara verið að sturta basically sæi í sjóinn til þess að binda kolefni sko af því að þetta einmitt eins og við tölum alþjóðlegt fyrirtæki með stóra fjárfesti og vekur athygli á heimsvísu og ef við viljum vera leiðandi þar sko, þetta það stórt að maður hefði haldið að mögulega ætti ríkið að koma að einhverju reglubundnu eftirliti. Einhverju heimaðana? Þetta erfitt, en bara eins og með, skilur Já, það eru stofnanir þetta eins og umhverfisstofnanir og aðra sem eðlilega átt að hafa eftirlit með þessu. Já. Og þau höfðu heimildir gagnvart einhverjum ákveðnu magni af tríi sem og þau voru í einhverjum vasa, skilst mér, ég nú ekki talsmaður þessa fyrirtækis, ég bara en þau ætluðu síðan að láta þar að vaksa við hann og binda þannig kolefni að þar hann er sökkvið í sæ og það myndast þari hraðar í gegnum það að láta hann framleiðast í sjónum í kringum svona trébaugur einhverjar og það myndi síðan sökkva fyrir neðan það sem og binda kolefni. Það var ekki komið svo langt og þau voru ekki búin að nota alla rannsóknarheimildina sína. Þau þurfa auðvitað að uppfylla kröfur eins og hann fyrirtæki umhverfissjónarmiðum og það fari ekki yfir þeim lög og reglur sem gilda. En það getur auðvitað líka orðið þannig í nýsköpun og rannsóknum að það vantar eitthvað neginn lögin. Að það vantar eitthvað upp á sem þetta kannski sýnur okkur. En ég ætla ekki að hafa stórlegar áhyggjur af þessu, ég vona bara að kerfi geti brugðist við, en ég vona að lausnin að verði ekki alltaf samt bara það að einhvern veginn banna og að þú veist allt svona sé ómögulegt þegar fólk að tala að selja eininga til einhver fyrirtæki sem eru ekki vottar er þetta ekki einhver business bara það er einhver Microsoft að kaupa þetta bara, af hverju á ríkið að skipta sér að því? Nei, ríkið á að skipta sér að neinu við erum að gera nóga mikið að rögli klart, Elsara fyrst við erum komin hér á trún og detti seinni klukkutíman við erum að detti í seinni núna fyrir þetta hvað í vorkinn þeim sem hefur verið að hafa eftirlit með þessu og benda alþjóðlegt fyrirtæki í rekstri sem hann pottþétt skilur ekki sjálfur og segir hann er ekki föttum Nei, en svo líka held ég bursi frá þessu máli held ég sé frábært fyrir Ísland að geta orðið samkeppnishæft fyrir lausnir sem þurfa að skala upp það er að segja að því að Ísland er lítið land, það gengur margt miklu hraðar en í öðrum löndum og jú, þú veist, það er verið að gagnrýna það að leyfisveitingar gangi hratt það á ekki að vera gagnrýnispunktur þá að vera mikill kostur að hinga geti komið frumkvölar og prófa nýsköpun fylgja eðli mál sem samkvæmt þeim reglum og lögum sem er gildi en að við getum svona fengi meira hugvit til Íslands og það að einkaleyfi verði til aukin störf og rannsóknir á ýmsum sviðum er meginstefnum til auðvitað jákvætt Algjörlega hérna er ein aðsend en hún er nafnlaus aðeins aftur í Sjálfstæðisflokkinn rúmast bæði íhaldsamar og frjálslyndar skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins er íhaldsamur hluti flokksins ekki orðinn full áhrifamikill eftir 7 ára samstarfi 2 íhalds afturhaldsflokka Já, ég myndi segja að bæði þessi sjónarmið rúmast innan flokksins en þau verða grundvallast í hugmyndinni samt minni ríkisafskipti þegar þú ert orðinn þannig íhaldsmaður að þú ert að halda í kerfi eins og við erum að tala um á hann og vilt ekki breyta kerfum af því þú sem mikil íhaldsmaður og ert þá þar leiðandi fylgjandi auknum eða sambærilegum ríkisafskiptum og hefur verið þá held ég að það vandinn verði raunverulegur en við getum alveg verið ósammála ákveðin mál
en við erum sammála það að hér ætlum við að búa til samkjöfnstætt umhverfi, við stöndum með verðmætasköpun í hverju sem við viljum lækka skatta, við viljum að framtakssamt fólk njóti ávinninga erfiði sínu. Já. Við viljum að tryggja það að kerfin okkar sem eru að passa upp á það að hér séu jöfn tækifæri, að hér séu jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og menntakerfi, að þau séu líka heldur ekki misnótuð. En við þurfum, það svona heiðarleikin og grunnsýnin sem við verðum öll að standa fyrir. Já. Svo getum við haft aðeins mismunandi skoðanir á einhverjum svona málum eftir hvort við séum nær frjálsíkjunni eða í eldinu. Og það máli velta fyrir sér, skilur, eins og til dæmis hefðu þau þurft að missa viðreisnarfólkið sem dæmi, þú veist, væri þau ekki bara fullkomin viðbót við flokkinu sem það er í dag? Jú, ég held að það væri hægt að sameina krafta hægri manna úr ýmsum flokkum. Ég held sem að sjálfstæðismenn séu í fleiri flokkum en Viðreisn, eða fólk sem aðlist svona sambarlega stefnu við. Já, því að við erum svona stofnaðir út. Já, algjörlega, og ég held að mér finnst bara allt til að einhver sé í sjálfstæðisflokknum og vilji gangin í Evrópusambandið. Eða taka upp nýja gjaldmiðil. Heyrðu, það er bara hagsmunamat, vantarlega hverju sinni. Það má ekki vera tabú. Ég er ósammálaði að gangin í Evrópusambandið, en ég get þar með fólki sem er fullkomlega sammála mér á öðrum sviðum. Og þar verður við að geta tekist á og mynda sín og tekið bara ákvörðum hverju sinni. Því að ég get líka alveg verið í flokki með fólki sem þú veist hvað á ég nefnilega sem dæmi, þú veist, vill ekki meira frelsi í víni eða öðru sko, þú veist, eða er svona hvernig það orðar stundur hlutina, þú veist, veit ekki, þú kirkjuna eða eitthvað sko, þú veist, sem er bara íhald samara sko. En ég er svona, já, ég held að það séu tækifæri í því og við höfum auðvitað bara að reyna að ná til flestra og þurfum að passa okkur að verða ekki eins og vinstrimennir sem dreifa sér í ennþá fleiri flokka. Við höfum talað þetta lengi, við erum stóra þegar við höldum okkur saman. Ég vona að við séum ekki að splundra því núna. Klart. Sko, ef þú ert orðin þreyttur á vatnssullinu, þá áttu þetta að vera í sem tískubjór hana. Því sem Danni kallar fullsmag, sem eru þetta bútvar og það eru tjekknesku gæði. Það er að drekka, sorry. Hann er sá albesti, við erum að sjálfsögðu að tala léttbjór, en 0,0%. Já, sko, bútvar. Með háskólamálaráður í setti, svo við verðum að fara aðeins yfir skólamál. Já. Gera þeim góð skil, sko, tölum að það sé eitt að skrá sig og annað að klára dæmið og við sem að byggja kvata. Það er ekki nóg að fá fyrsta stefnumótið, þú voru að klára dílið, skilurðu? Já. Og það er sama með þetta, það er ekki að bara skrá sig í námið. Þú þarft að segja mér það. Já, ég veit það, við tökum það eftir þá. Þú þarft að tyggja þetta að svona mig. En sko, ef við ræðum... Tökum bara, mér langar að... Já, gjör svo vel. Fyrsta spurningi mín er að því að þarna Áslaug eðlilega var ánað með að þarna var mikill fjöldi skráninga bæði HÍ og HR og ekki fleiri strákar en stelpur í HR, það ekki? Jú. Já, en auðvitað er þetta byrjunin en svo þurfum við að sjá þess að strákar klára þetta, það ekki? Klára dæmi? Algjörlega. Sko, þetta er svona líka starri mál að tala stöðu drengi í menntakerfinu. Einmitt, já. Og bara svona, svo ég leið mér örstuðt að fara þangað, sko, þú veist, við þurfum bara að gera betur. Við þurfum að geta rætt menntakerfið og setja meira á dagskrá. Fólk verðist vera rosa hart og segja að menntamálin sé svona eitthvað mjúk mál, þau eru ekki sett á dagskrá nema þegar við fáum slæma niðurstöður úr PISA og allir brjálæðir í viku og svo ræðum við ekki eftir fyrir eftir ár. Ákvæða. Menntamál eru bara rosaleg, sko, skiptir sköpun að ræða menntamálin fyrir árangur Íslands til lengri tíma. Og að við náum meiri árangur í menntakerfinu okkar, að börnunum líði betur og að þau haldist betur í námi og þar þurfum við að huga sérstaklega drengjanum gagvart bæði þessum grunnfögum eins og lestri. Lestur er bara svona aðgangslíkill að samfélaginu. Þú getur ekki lesið til gagns, þú getur ekki einhvern veginn sko, aflaðir upplýsinga, sáttir nýja þekkingu, þá er mjög erfitt að líka eftir grunnskóla, við erum ekki að tala eftir 7 ára aldur. Nei, og það skiptir öllu máli að við fókusum meira á grunninn, að við búum til góða samkeppni líka í menntakerfinu og að háskólarnir haldi betur utanum nemendur
og þannig ég búin að fjármagnaða núna, búið þannig hvata, en ég líka búin að hvetja þá og búið til hvata til að vinna betur saman til þess að halda betur utannemendur og undirbúa aðeins betur áður að byrja í háskóla. Þannig að þeir eru búin að sækja og komast inn að þá getur nálgast upplýsingar og aðgengi að námskeiðum til þess að taka svona stöðu til þess að undirbúa sér betur. En það auðvitað líka ábyrgð grunn- og framhaldsskólakerfisins að undirbúa nemendur betur fyrir háskóla. Við erum við megum ekki tala próf lengur. Nei, það bannað þetta. Eða einkunnir. Ég held að séum að þess að rangri hillu þegar við búum til svona eitthvað stigma gagnvart einhverju sem mælikvarði og árangur og það snýst ekki allir 7-10. Það snýst allir bæti sig og þú getur borið saman árangur mismundi skóla hvað sé að virka og þú fáir eitthvað stuð. Nei, sem mjög erfitt og voru ekki kannski fyrstu mistökin, kannski, en leggja niður samræðupróf sem dæmi. Það sem þú fékkst bara að bera þig saman við hvar þú stendur samanborið við landið. Svo er þessu breyti að þau voru ennþá en skiptingu máli, þá mætti maður alltaf bara í skólan og gera ekki, krossaði bara eitthvað, þú veist, það þarf að kenna einstaklingum að því að heimurinn harður að fara í próf. Er það ekki? Jú, þú sér líka bara árangur PISA hefur fallið gríðarlega og byrjaði að falla eftir að við hættum með samræðuprófin. Ég er ekki að segja þessi eina ástæðan en ég held að það hafi verið mikil mistök. Og sérstaklega því það átti alltaf að koma eitthvað annað en það er að koma núna mörgum árum síðar. Það var heilu árgangarnir farið hér í gegn á þess að geta og lært að taka próf. Og maður styður það að námið sé líka einstaklingsmiðað að við setjum ekki allir í sama bóks, þurfi ekki allir að vera bestur á bókina, við eigum að stuðla því að fleiri fari í iðnmenntun og komist inn í þannig greinar, við þurfum líka að passa að fólk skýli sér inn í háskólana, við þurfum að þora að ræða meiri árangur á þessum sviðum og þá þurfum við að ræða það að nemendur verða að geta vita hvað þeir standa, geta tekið próf, af því að þú ferður bara erlendis í nám og það er bara brjálu heimurina próf og ef við erum einhvern veginn að búa til þannig kerfi að það snýst alltaf einhvern veginn að það sé svo mikil mildi í því að vita ekki hvað þú stendur það er bara rannsóknir sína það að strákar bæta sér frekar eða vita hvað þeir stendur og það er að keppnum að vera eitthvað betri. Nákvæmlega, ég man bara eftir ég talaði við kennara í verkfræðinni HR fyrir svona ári síðan og þau voru að tala að þau eru einmitt að fá nemendur upp sem að hafa bara alltaf tekið lokapróf og þau eru kannski 20 þú veist, það er náttúrulega bara þá erum við ekki samkeppnishæf. Nei, og við þurfum líka að passa okkur að foreldrar í grunnskólanum þau skilja alltaf hvað börnin eru að fá í einhvernig sko. Nei, ég heyrst að þetta sé bara ekkert eðlilega flókið. Vist er þetta bókstafinir og ég skil alveg að það er meira á bakvið og það er meiri grunnur og þú sér kannski góður í þessu í starffræðinni en ekki þessu þannig að þú sjáir betur hvað þarf að bæta það er gott og vel sko en svo erum við núna komin í liti þú veist bara fjólblár og blár og gulur og rauður og þú veist og bara og við erum komin neginn, þú veist síðan hvenær eru mæli hvarðar slæmir Erum við að fara enda bara ykkur limmiðaprogrammi í verkfræðinni? Já, það er stjarnar það er nýja í fjármögnun Ég fekk stjarni í eðlisfræðinni Nei, við þurfum aðeins að þóra að ræða þetta skátt en svona menntakerfi hefur ekki alveg þolað svona opna umræðu árangur og að það sé þú veist að við viljum bara líka halda þetta afreksnemendur og að við viljum að skólanir, við getum metið skólana það byrt ekki PISA, finnst mér algjört rugl þó það sé ekki byrt fyrir okkur opinberlega að skólanir fá það ekki einu sinni og geta séð þegar þessir að gera vel erum við að læra þess að þessum hvað er það hjá þeim samkeppni og að sjá hver er að gera betur forsenda þess að við náum meira árangri Já, að því við erum komin hérna vel eftir dark þá langum að taka þetta sko það hefur verið margum talað þessi kókapöfskynslóð og ég man það bara þegar ég var að kenna skák þá var ástæðan fyrir ég eiginlega hætt að kenna skák er að því að það var nánast orðið þannig að foreldrar sögðu bara ég vil helst ekki þessi krakkar ég vil ekki krakki mig segja að keppa hann var svo leiður til síðustu æfingu og hann tapaði öllum skákunum það hefur verið alveg upp eitthvað kynslóð sem að mun ekki að breyk kannski er þetta svona út allan heim sko en heimur vestni fer eða hvað Já, ég lærði ótrúlega mikið á því að tapa hvort sem það var á hestamótum og alveg brjálu stundum eða í fórsetakjöri í Vestló eða alls konar ég og líka ef maður tapar ekki lífið er ekki erfitt maður lærir svo mikið á því sem er erfitt því sem er áskorun
þú veist, bara við megum ekki setja allir í einhvern algjöran bómul. Já, alveg hjartalega sammála. Klármál. Frjálslindi. Gervigreindin. Sko, Djúvel notaði hana mikið maður. Vorum aðeins inn á það, einmitt. En við þurfum eiginlega að gera það betur, að þetta náttúrulega, þetta framtíðin. Þannig að... Hún heyrir undir Áslaugu. Já. Gervigreindir heyrir undir Áslaugu. Gervigreindar ráðherra. Hvað í pípunum? Já, sko 2021 var forsætisráðuneyti með eitthvað svona gervigreinda stefnu og hún þú veist, hún eldist ég ekki að segja, þú veist, hún margskóð, en hlutin gerast bara svo ótrúlega hratt að og ég ekki endilega fylgjandi því að við séum alltaf að skrifa nýja stefnur eða tímanum í það. Við erum komin á þann stað í þessum málum að við verðum að fara í mjög markvissar aðgerðir. Og þess vegna er ég að búa til þess að aðgerðaráætlun fyrir Ísland sem snúa meðal annars að atvinnulífinu og verðmætasköpun, menntakerfinu, það uppfærist í takti við tíman, talandi það, og síðan hið opinbera og hvernig við getum nýtt hjá hinu opinbera til að bæta þjónustu, minnka útgjöld, minnka launakostnað, fækka starfsmönnum. Það er séu gríðarlega tækifæri og er bara forsenda þess að við höldum í samkeppnishæfni við aðrar þjóðir. Og Ísland er í geggjari stuðu, sko, því að við erum svo tæknivædd þjóð. Það er bara hvergi hærra hlutfall með aðgengi að svona farsímum og internettengingar all land eru gríðarlega góðar, þannig að það eru við erum bara að bæta ennþá frekar í það núna næstu 2 árum, þannig að við erum á ótrúlega góðum stað. Gervigreindin er svona hluti sem sumir óttast svona, og tala sem bara eitt hættulegasta tól veraldar í dag. Já. Og ég skil það er margs að varast, en eins og við aðrar breytingar og nýja tækni, að ef þú óttast þar bara, þá verður eftir. Samanlega. Ef þú bregst bara við og segir, þetta er bannað í menntakerfinu. Þið megi ekki krakkar nota gervigreind. Það bara 70% krakkar nota gervigreind og 20% kennara. Þetta er bara svona klass, sko. Þá sem það er allt og lítið að kennurum. Algjörlega. En sumir og auðvitað og kannski svona fólk af eldri kynslóðum, það mun þurfa að bæta þessu inn í og bara tala endurmenntun og annað, og það er ekki endilega gervigreind sem taka störfiðinn, heldur fólk sem kann að gervigreindina og getur nýtt sér hana. Og tólin, af því við fjárfestum líka í máltækninni og búin að gera það núna í undanfara þess að gervigreindir er svona sterk og aðgengileg, að þá er íslenskan svo góð. Og það er auðvitað forsenda þess að við getum nýtt þetta til fulls við að lesa gögn og til úrskurði og svo framvegis, og íslenskan er orðin bara fráleit góð í nýju uppfærslunni hjá ChatGPT, og það skiptir okkur máli til að geta nota hana hjá hinu opinbera, sjálfsög. En við þurfum líka að vera klók í hvernig við nýtum hana og að við lendum ekki eftir á. Stór áskorun okkar er mannauður, fólk sem kann þetta og þekking. Þess vegna þurfum við fleiri að mennta sig á þessum sviðum, af því að þetta og netöryggi sérfræðingar, þú veist, það verður endalaus eftirspurn eftir fólki á þessum sviðum. En ég sé ótrúlega tækifæri í að við getum aukið verðmætasköpun á Íslandi gríðarlega, ef við höldum rétt á spilunum gagnvart nýtingu gervigreindar hjá atvinnulífinu sem og að búa til nýja lausnir, en við getum líka minnka báknið verulega þegar kemur að nýtingu gervigreindar hjá hinu opinbera. Og ég ætla núna í haust, september eða október, að kynna þessa fyrstu aðgerðaráætlun. Hún verður samt ekki svona venjulegt plagg þar sem bara svona loka aðgerðaráætlun, heldur verður hún lifandi af því við þurfum alltaf að bæta inn á hana. Og ég mun vonandi geta þá greint frá svona þeim tækifærum sem við erum búin að skoða, einhverjum markmiðum og síðan fullt af aðgerðum, einhverjum sem við erum nú þegar byrjuð á og einhverjum sem þurfa að fara í. Já, gekkja. Ég held líka að því Áslaug talaði að fólk hræðist þetta og ég held sér rétt hjá henni, að ég held líka að sé mikið af fólki sem kannski í ákveðnum störfum sem að veit að gervigreindin getur replaceað í gær. Og það er bara eðlilegt að fólk sé hrætt við það, en þá eru fólk bara aðlagast því. Fólki er almennt hrætt við breytingar. Já, það er bara, held ég hefur verið bara saga mannkins.
en á sama tíma skiptir ótrúlega miklu máli að við sem stjórnum skiljum tækifærin og nýtum þetta fulls til að bara tapa ekki lestinni sko. Nei, klart og barðinni algjörlega og það verður spennandi að sjá þetta þetta plagg í haust þetta er spennandi, þetta er svona future mál þetta er svona framtíðamál sem bara við erum öll einhvern veginn svolítið að fylgjast með og skiptir ótrúlega miklu máli mjög spennandi sopnum ekki verðinum Sveppi, við kíktum á þá í dag gaman að koma að það, mekkuna já, við fórum í fagsafinu já, sæll Áslaug, við byrjum á því hitta eða rista hver er þér uppáhalds bátur? Sterkur ítalskur já, og hvaða græmyndi færið þér á? eiginlega allt já, nema grænar paprikur þeir eru endur aðspyrir að vera með rauðar á sumum stöðum já það skiptir máli, af því að grænar eru bara góðar þegar þeir eru stektar það er svoleiðis en eiginlega allt græmyndi það er svoleiðis víst vel að ok, þeir spyrir ekki sósu ok nú verði ég að spyrja sósu ég skammaðis mín alltaf ég set barbecue sósu það er reyndar, já flesti fara í ostasósuna sko já, ég ætla næst í barbecue sósuna akkur skammast við fyrir það hún hefur mikið verið dæmt fyrir það já, svona búið að stríða mér það er svona vældkart finna það nýja vinni svo er David Jones með okkur já og jú, þeir eru náttúrulega þetta er stúrt fullt af næringarefn við erum með vítamín, steinefni en svo er þetta legintrykk í svefnurbyggin ég held að jú. eins og frækt er orðið já, eins og frækt er orðið uppáhalds bræðtöndi mín þessa dagana ég er alltaf í saltlakristum sko. já, ég er svolítið búin að vera ég er komin í kóla svona súrt gott já, eitthvað, gera eitthvað fyrir mig sko en já, það er eitt líka viðbót með Subway það er risa tilkynning á leiðin í haust má ekki segja meira en það er stór ef þú myndir segja einhverjum það, þá er ég að drepa þig það er svolítið staðan það er verið að tísa já það er ný varamarkað sko, Hjörvar Steinn Gretarsson best skákmaður, nei, hann er best skákmaður í Íslands einn af bestu skákum í Íslands stórmestari skák sko, hann var aðeins hann vildi byrja þegar komið að framfæri að hann er huge fan já eina fáum ráðamönnum konum þjóðarinnar sem að leggur áherslu á að gera hluti ekki engungu að tala hluti takk, þetta er alveg meðmæli já, ég er líka samanlega þessu sko en svo kemur enn já, sko formálin er eins og við maður auðvitað rætt og kannski minnur að áfram er það ekki réttmætt gagnrýni á sjálfstæðarflokkin að hann hafi sofnað á verðinum þegar kemur að þenslu ríkisins á undanförnum árum svo kemur hann með einhverja 300 punktar eða já, þetta er ekki nema 300 punktar við kannski reynum að snerta byrti þetta bara eitthvað stöðar kannski kemur bara með plagginu þetta er svona góði punktar þetta eru mjög góði punktar þetta er maður sem hann er minn Áslaugur minn næstu uppáhaldsríkistarfsmaður Hjörvar minn uppáhaldsríkistarfsmaður Andri Steinn nr. 3 talandi góða ríkistarfsmaður hvaða hugmyndir hyggst sjálfstæðisflokkurinn ætla að tala fyrir til að bregðast við þenslu ríkisins fyrir utan þær sem tengjast og heft nú lestur ok, wow, ég tók penna það söguleg eigna í eigu ríkisins breytingum á furðulegri fjármögnun margra stofnana þar sem er engin hvati til sparnaðar að takmarka greiðslu á yfirvinnu á sama tíma og verður að reyna að stytta vinnuvikuna að fylgjast betur með frávikum á áætlun og raunrekstri í stofnana að setja fram leiðandi viðmið kostnað og fermetrafjölda fyrir hvert starfsmann ríkisins að nýta miðlæga þjónustu betur þegar kemur að innkaupum og mannauðsráðgjöf samþætta grunnkerfi á borð við skjalakerfi og verkefnastjórnunarkerfi að takmarka óþarfa ferðarkostnað ríkisstarfsmanna sem á að vera leiðandi í umhverfismálum Ertu sammála öllu þessu ofan? Er þetta ekki allt frábæri punktar? Frábæri punktar, en það vann Hjörvar hjá ríkiskaupum það eru fleiri góðir ríkisstarfsmenn þaðan eins og Gísli sem ég stál nú yfir í gerðugrinda vinnu hjá mér bara svo til að rósa þess fólki sem vinnur í þessu sko. Þetta er bara svo mikið að góða fólki og en þetta er allt rétt hjá honum en hann spyr hluti sem ekki eru þessum lista að þetta er kannski svona hans þetta er hans svona top 10 listi hvernig hann myndi byrja að spara og þetta er mjög góður listi það sem vantar þarna inn á listan er innleiðing nýsköpunar af því að þú getur sparað svo marga krónur og farið svo margfalt betur með fé
þegar þú nýtir nýjustu tækni og það svona þessi kerfi eins og maður hefur verið að benda á gagnvart heilbrigðiskerfinu sem eitt dýrasta kerfið það mjög kostnaðarsamt og mælikvarðin virðist bara vera ríkisstjórnin hún bara að gera rosa mikið fyrir heilbrigðiskerfið af því að hún hefur bætt við 100 milljörðum eða heilum landspítala ofan á kerfi sem við tókum við það auðvitað gríðarlega fjármunir en það á ekki að vera spurningin það var spurningin hvernig þjónustan og það ýmsar áskorunir við erum að eldast, við erum fleiri útlendingar og ef við erum ekki að nýta nýsköpun stafræna tækni og einkarekstur að þá mun kostnaður við landspítalan aukast einhver 80% til 2040 Já, sæls bara reksturinn ef við hins vegar nýtum þessa upptalningu mína að þá aukningin ekki nema 30% ef við horfum á þróun á hvað við getum af því þá vorum við þarna að tala allt aðra tölur Já. og bara ef við myndum gera það núna hvort sem það tökum bara dæmi að því ég nefndi Kerecis Íslenska heilbrigðiskerfið notar eiginlega ekki Kerecis ef hér stór bruni þá eiginlega ekki til bestu plástrar í heimi til þess að dýrustu plástrar í heimi líka Já. Það miklu dýra samkjömsæðalar eða ekki eða Jú, en horfum aðeins hver samkjömsæðalinn þú á einhverju leyti að þú vortu aldrei að fara að nota þessa plástra eitthvað á alla og ömmu þeirra við eitthvað sár það ekki tilgangurinn sérstaklega ömmu þeirra en þegar það eru sár sem eru þannig að þau eru legusár þau eru þannig að þú getur mist útlim að þá við þá að nota miklu leyti þetta aðeins að breytast svo ég skjóti því að við erum að nota hefðbundna sáraumbúðir og þegar við notum hefðbundna sáraumbúðir og svona sár þá tökum við ekki með inn í myndina að legutíminn þrefaldur hver dagur inn á spítala gríðarlega kostnaðarsamur en við tökum heldur ekki inn í myndina að fólk gæti þurft á aðgerð að halda sem það þarf ekki og margir og kostnaðurinn við það síðan leggst ofan og það bara af því að plastplásturinn, þessi hefðbundi, hann ódýrari heldur en hinn en við erum ekki að reikna ábatan þegar við reikna hann með í einhverju tilfellum þá ódýrari plásturinn bara verri af því að hann miklu dýrari í heildarsamhenginu en þegar þú ert með ríkiskerfi sem virkar bara þannig að það allir eitthvað með sinn ramma og það bara peningurinn út í dag og inn á morgun en þú getur ekki greint þetta í heild þá finnst manni leiðinlegt hvernig ríkisfjármálunum háttað og ég bara algjörlega sammála Hjörvari að það eru endalausar svona leiðir það eru líka gerðigreindalausninnar verða síðan önnur viðbót við þannig góða lista hjá honum og hann nefnir það síðan aðeins síðan þetta bara betri áætlanagerð betri nýting á gögnum við erum ekki nógu góð að nýta gögn bara íslenska samfélagi heild það grundvöldlega sem við getum nýtt gerðugreind að við séum betri að birta gögn og nota gögn til að taka ákvarðanir en ég held að skoðun á stofnunum að við séum að innlega ferla sjálfvirkni væða ég myndi segja líka ferðast minna, endurskoða verkefni ýmsa stofnana ég held að sé gríðarleg tækifæri til þess að fara betur með fé og við Hjörvar erum bara sammála það og Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki bara varið þetta þó að við getum alveg útskýrt að sömu leyti snúist þetta laun en þá þurfum við geta líka rætt eru ekki of margir Já, klart Algjörða Já gangi ykkur vel með þetta afslöku ég vona bara Hjörvar að fara að þing sko Já, ég Takk Hjörvar Það að spyrja Hjörvar hvort hann sé til í prófkjöru eða hvort hann vilja uppstillingu Það kom með að reyndar spurningun í blandu almenna spurningar Já og það í bóði bónus
Bónus býður að sjálfsögðu betur. Það ónefnt kjörbúð í hverjunum mínu sem ég var daldið að vesla við og ég skipti yfir í Bónus fyrir ekki svo löngu. Ég sá mun á reikningum mínum. Þetta var ekki líka, þetta var einhver 100 skall sem ég sá þetta. Já, ég veit ekki hvað búið þetta vesla við en já, klárlega, já, það munar miklu. Já, Bónus, það okkar menn og svo það sjálfsögðu frumeri. Já. Allir með 7 endastaf. Drífa sig, takk. Jú. Tala ekki út með eitthvað lagra en það, sko. Já, þá þetta bara... Þá þetta vesen. En samt, betur sent en aldrei. Sko... hvernig erum við að standa okkur í útlendingamálunum? Já, við kláruðum frumvarp núna á vorþinginu og það ekki langt síðan við kláruðum annað frumvarp. Það þannig að það var löngu komin tíma á þetta. Þetta svona málaflokkur sem við höfum varað við lengi og þróunin þetta á þann veg sem við vörum við að hún gæti orðið. Umræðan útlendingamálin hefur þetta stórlega breyst og ég veit að nú eru allir á háum hesti og segja bara býta, ekki búið að gera meira og annað, en það var engin að styðja svona frumvarp þegar ég lagði það fram sem dómsmálaráðherra. Það var ekki eiginlega neitt flokkur sem studdi það fyrir utan kannski þingmenn Miðflokksins þegar ég kom með það fram, en það var rosaleg andstæða við það. Það var reynt að vatna það út, minka það og endanum var það ekki afgreitt út og nefnd og það gerist í tvígang og umræðan það var bara, voru fáir, allt og fáir sem líka stóðu með því og voru til að tala fyrir því. Fjölmiðlar sýndu því ekki mikinn áhuga nema mótmælunum og móti því. Maður fann það var engin vilji til að fá mann til að útskýra þetta eða ræða þessi mál nema svona þá á móti einhverjum sem finnst maður vera vond manneskja þegar maður ræðir útlendingamálin. Og fór nú eftirminnilega í podcastið Karlmennskuna á móti einni slíkri. Og þar var ég myndi að ræða ákvæði sem voru loksins samþykkt núna með þessari seinna útlendingafrumvarpi sem ég reyndi að leggja fram. Þessi mál eru þannig að það ekkert kannski margir sem og fólk þarf ekkert að skilja þau algjörlega. En við þurfum samt að geta svona skreint á milli hvað við erum að tala um. Og útlendingamálin, þegar við ræðum þau svona og erum frústruð og erum að ræða árangur á þeim, þá erum við að ræða um alþjóðlega vernd, hælisleitenda hlutan. Síðan eru þetta innflytjendur og alþjóðlega sérfræðingar og margar aðra áskoranir sem við erum bara ekki að ræða í þessu samhengi. En við sögðum það fyrir núna verða 5 árum síðan sko, að þetta stemdi í óefni. Við þyrftum að gera breytingar og fólk þetta átt að segja því að það geti ekki bara vísa í það að við settum hér útlendingalög sem allir flokkar stóðu að og þá var ég bara, mætti ekki snerta þann lagabólk aftur. Þá var bara staðan þannig að það voru örfáir að komingað inn. Þetta var að byrja að breytast, okkur vantaði nýja löggjöf til að taka utan um þetta, hafa sambarilega reglur og önnur lönd. Við einhvern veginn gengum talsvert lengra með ýmsum sérreglum í þessari nefnd. En þetta málaflokkur sem breytist stöðugt. Það breytist hverjir koma, hvað er að gerast í heiminum, hvað eru stríð, hverjir eru á flótta, hverjir síðan að misnota kerfið. Og ef við getum ekki á þinginu brugðist við því þegar fólk er að misnota kerfið eða þegar kerfið er ekki að virka, að þá er mikið að. Og ég var dómsmálaráðherra þarna í 2 ár, leggt þessi frumvörp, þú veist, það er bara svo áhugavert svona þess að rifja upp og minna sig á það, þú veist, það var, fólk var mjög reitt. Orðræðan var allt önnur og það þorði enginn að styðja mann sko. Ég skilði alveg út af stöðunni þá. Þú veist, það var mótmælt við heimili mitt og hrækt á mig út á götu og No Borders og það bara reikin út af kaffihúsi og út af þessum málaflokki sko. En við erum reikin út af kaffihúsi? Já, af öðrum með gesti á kaffihúsinu sem vildi ekki setja saman kaffihúsi
þú bara öskraði mig út, ég bara ákvað að fara til að gera ekki meira vanda fyrir aðra sem sátu það inni en við erum svona við erum að komast á réttan stað við erum búin að samþykkja núna 2 frumvörp hlutinir eru byrjar að breytast við sjáum minni áhuga á Íslandi við þurfum samt að halda áfram og það ýmislegt sem við þurfum að halda áfram að gera og klára og vonandi sjáum við frumvarpum loka búsetuúrræði ég talaði fyrst fyrir því á þingi 2020 og ég vissi ekki hvað samfélkingin ætlaði það finna góða fréttum orðaskipti mín og loga þegar ég reyna að nefna það að þegar fólk brjála út í íslenska ríkið að okkur hefur ekki tekist að fólk hefur verið hér svo marga mánuði af því að það er sko löngu búið að fá neitun en það finnst ekki í íslensku samfélagi og það sé þá okkar ábyrgð að þau séu búin að vera þetta svo lengi að við einhvern veginn að bregðast við þegar fólk á ekki rétt á alþjóðlegri vernd það er mjög mikilvægt að kerfi virki fyrir þá sem þurfa á því að halda og alþjóðlega verndarkerfið er mjög dýrmætt kerfi fyrir þá sem eiga rétt á alþjóðlega vernd og við ætlum að sinna en það á ekki að vera misnotað af þeim sem eru bara að sækja sér betri lífskjör Spókstælega hvati fyrir því að fyrir sig í 2 ár og koma aftur og sækja bara aftur Já og hefur verið hvati til að fela sig frá brottvísunum og og finnast ekki þegar að þeim kemur og það er það sem við erum að ræða þegar við ræðum loka búsetuúrræði þú ert búin að fá neitun þú ert hér í ólöglegri dvöl og þá berðir að fara af landinu á sama tíma eru fjármunirnir sem eru að fara í þetta orðin eru þetta ótrúlega miklir og þetta að bitna þetta á öðrum fjárfestingum í öðrum kerfum sem og þetta á innviðum líka en þessi máli eru þess eðlis að við þurfum líka að tala þau af virðingu á sama tíma og ég myndi óska þess að fólk á hinum vængnum myndi tala þau af sömu virðingu og maður hefur reynt að gera en ég myndi segja að íslenska þjóðan og ég hef sagt þetta lengi ég fann það alveg að fólk var sammála mér þó það hafi ekki þorað að verða svona út af við margir ég myndi segja að þessi örlítill hópur hér sem vill engin landamæri hann pínulítill ég trúi því líka að það sé ekkert mjög stór hópur sem hatar útlendinga á Íslandi það eru ykkur rassistar ég myndi segja að við flest hinn erum þar á milli við viljum gott kerfi við viljum taka vel á móti þeim sem koma hér og vinna við viljum styðja við einhverja en þannig að við ráðum við það og það sé ekki í margföldu númerum við þá sem Norðurlöndinu til að taka á móti og það sem við einfallega ráðum við og við þurfum að geta rætt það kerfi á þess að fólk íti manni í aðra fylkinguna Já, algjörlega, vel svara Já, mann finnst svona stundum vera sko, hvenær maður rasisti, hvenær maður ítt út í einhverja rétt sko. Já, fólk reynir að setja fólk þangað sem að ræða breytingar og þrengingar á kerfinu og við eigum ekki að leyfa fólki að kalla okkur það eða taka undir það að við séum það með nokkrum hætti þegar við erum ekki að tala niður til útlendinga þeirra sem koma hér að leita alþjóðlega vernd en við erum að segja við ætlum ekki að láta misnota kerfið við ætlum að taka móti þeim sem við getum og eiga rétt á því en það er miklu minni hópur en hingað hefur verið að koma við ráðum ekki við þann fjölda og það er virðingavert fyrir þá sem hér búa nú þegar að við missum þetta kerfi ekki út úr böndunum gagnvart ýmsum hættum sem við getum hort á löndin okkar og þau hafa lendi Algjörlega Vel mælt Já Sko Já, yfir í kannski léttara málefni. Pálmi Þórsson spyr, ætlar Áslaug Arna að mæta í Laufskála rétt í ár og mögulega versla hross? Herðu, góð spurning. Já. Vá. Ég ætla að mæta einhverja réttir. Það er búið að bjóða mér í nokkrar. Ég hef farið í Laufskála réttir, þannig ég var svona að hugsa um að mæta í einhverja aðrar. Þessu sinni sem eru bara fjö. Langar að fara svona að smala á Hestbæki. Þannig að ég get ekki lofa honum með til Laufskálaréttir en það er aldrei að vita. Aldrei að vita. Ljómandi gott. Uppáhaldsgangur í framhjálpi?
Íslenska hestsins. Já, vá, þú komið þangað aftur. Það ekki hægt að segja annað en tölt. Það töltið? Það yfirferð á tölti þar sem þú getur spólað fram úr öðrum á hágengum hesti í íslensku sumaveðri, það ekkert betra. Stoppar svo á góðum stað í náttúrunni og færðir eitt drykk og nýtur lífsins. Já, einmitt. Hljóma vel. Uppáhalds andstæðingur á þingi? Sko, ég ætla að segja mér þykir ótrúlega væntum verði bara vel einn. Nei, mér þykir væntum nokkra í stjórnarandstöðunni. Það er ekki sé alla. Nei, ég ætla að segja í ríkisstjórninni það Guðmundur Ingi, núverandi formaður Vinstri grænna. Já. Við náum ótrúlega vel saman og það gaman röglega við pólitík að því við erum eiginlega ósammála í öllu. Já. Og mér þykir gott að vinna með honum þó við séum ótrúlega sammála. Í stjórnarandstöðunni þá eru það 3 núverandi og fyrrverandi formenn flokka, það Sigmundur Þorgerður og Logi Einarsson. Já. Við vorum saman í utanríkismálanefnd þingsins, tókumst mikið á hvort sem það var orkupakka 3 eða ESB eða annað. En ótrúlega gott fólk. Já, þetta eru góð nöfn. Mjög góð nöfn, sérstaklega Þorgerður. Já, það er okkar kona. Það er okkar kona. Við erum líka báðar hestakonur. Já, nákvæmlega, fyrir utan það. Við fyrir saman hestbak. Já, rétt. Hvenær var skellin sér á Chelsea-leik? Chelsea-leik, ég er búin að lofa bróðum minnum að næsta ferð sem við förum út, það er að fara á Liverpool-leik og mögulega Leeds-leik fyrir pappa okkar. Okay. Þannig að það verður verkefni ef Chelsea er að spila á móti þeim liðum þá er aldrei vita að það verði staðan. Hvað er planið að vera lengi í pólitík? Það væri óskynsalegt að vera búin að ákveða það. Ég er alltaf á þeim stað að mér myndi líða vel með að fara að gera eitthvað annað líka. Já. Þetta er ekki fyrir mér endastöð eða ævilangt en meðan ég nýt tröst til að vera í því og nýtast og sé ég síðan á árangri að þá ætla ég að gefa mig allir þetta áður en ég fyrir að horfa eitthvað annað. Algjörlega. En ég vil líka hafa trú á því að Sjálfstæðisflokkurinn ætli sér að tala við stærri hóp og ná meiri árangri. Af því að mér langar líka að gera margt annað heldur en að vera í pólitík. Já, algjörlega, alls svara. Það er eins og beitt en ég get valla að tekið hana sko. Nei, ég slepp henni. Hvað meinar þú? Getur ekki sagt þetta? Hún er mjög beitt. Reyndar er hún á riddara síðan eða fólk að sjá hana en sko, ok, ég ætla að orða hana fínt. Hvað hefur Áslaug Arna afrekaði sínu embætti annað en að framfylgja status quo stefnu Bjarna Ben? Vá, þetta er enda góð spurning. Kallt er það Klara? Er þið verið að ræða núverandi ráðuneyti eða sko, bara að vera undir Bjarna Bensinni? Ég held að þessi maður búi ekki í Valhöll svona með það sem ég er að lesa hérna. Hann segir hérna, hefur hún mótað einhverja sjálfstæða stefnu? Hvað er hún annað en þetta er maður sem er að segja að ég sé ung stelpa sem hefur ekki sjálfstæði skoðanir. Sorry, ég ætla að klára og þetta er réttur. Hvað er hún annað en gluggaskraut fyrir karlalega stefnu Bjarna Ben, Davís Oddssonar og Björns Bjarnasonar spyr Tjörfi Sjött. Einmitt. Þarna er maður sem telur að ungar konur í pólitík séu verkfæri eldri karla í pólitík. Og ég á það sammeilegt með Bjarna Bensinni og Davíð Oddssoni og Birni Bjarnasinni að við aðhyllum sjálfstæðisstefnuna. Og hún er svo sem ég er búin að vera að lýsa í þessum þætti hér í dag, margoft og ég er stolt af því að trúa á hana því annars væri ég ekki í pólitík og ég væri ekki í sjálfstæðisflokknum. Ég aftur á móti hef bara mjög skýra sýn árangur fyrir Ísland og hef meira þess að gefa út rit til að sýna hvað mig langar að gera í mínu embætti af því að mér finnst vanta framtíðasýn í pólitíkina og að kjósendur viti hvað við ætlum að gera, þeir geti fylgst með því að þeir sjáu hvert við erum að stefna svo að þeir geti valið rétta valkostin þegar þeir fara og kjósa. Ég held ég að við líka verið mjög skýr með það að við erum öll síðan einstaklingar og að ég myndi gera hluti öðruvísi heldur en aðrir en þú ert líka algjörlega sjálfstæður í þínum embættum í stjórnmálunum. Hvort sem það er þegar þú ert í ríkisstjórn eða á þingi að breyta lögum
hvort sem það sko nálgunabann eða iðnnám þegar ég var þingmaður eða þegar ég kem í dómsmálaráðuneytið, kem fram með þessi útlendingalög, leyfi bruggið hérna brugghúsunum að selja við borðið, lögfesti það að sé bannað að framsenda nektarmyndir án leyfis og umsáturseinelti er komið í lög á Íslandi og undan öllum öðrum sem að bregðast núna við Netflix bíómynd til dæmis Baby Reindeer og ég ítundi stafvæðingu sýslumanna, kem ökuskírteinum í símaðinn, þú ert sjálfsins herra og það er enginn kallmaður að segja mig hvað ég gerir þessu. Nei, ég er svo ánægður að hafa tekið þessa spurningu það er alveg ástæð fyrir að leifa rétti með töluna sko, hann ætlaði ekki að taka þessa spurningu, ég get lofa Nei, það er alveg leiðilegt að svara spurningu þar sem voru eitthvað að hrósa sjálfu þér sko. En þetta er samt þú verður svona að halda staðrindið til haga sko. Hárrétt, og það er líka bara að því að þessi ágætis maður, þetta er hans skoðun og allt í lagi og hann hefur rétt á hann, þetta er frá samfélag en það er samt þannig að það hlýtur að vera leiðilegt að einmitt að sé eitthvað, já, unga konu í sjálfstæðalókn, það er bara skraut fyrir þess að kalla. Já, auðvitað er þetta leiðilegt. Þetta er ekki fiskið sem ég lendi í. Nei, ég trú því. Ég kem unginn í pólitík og þetta er bara því miður viðhorf sem menn á öllum aldri virðast ætla að halda gegn mér í langan tíma. Mér finnst bara, fólk getur alveg haft þessar skoðanir en ég lít smá á núna, ég er í ráðuneyti sem fer með þau verkefni að mynda einhverjum fjórðastóð efnahagslífsins sem skiptir öllu máli fyrir sko lífskjör okkar til framtíðar að við séum með fleiri efnahagstóðir og það er bara svona kristallast þau verkefni sem ég er að sinna í dag og þó einhver haldi að maður sé gluggaskraut fyrir einhverja fyrirverandi formenn eða ráðherra sjálfstæðarflokksins þá er þeir bara eiga það við sig. Hárrétt, vel svarað. Við hefum 4 riddarspurningar eftir svo leifa að taka hraðspurningar þar. Hérna er einn HR nemi gefið mér sem segir hvað kemur til að HR hækki, hann reyndar skrifa þetta bara vennilega, hvað kemur til að HR hækki skólagjöld þráttur aukna möguleika á ríkis niðurgreiðslu, spyr Áskell Ingi. Já, við tókum þetta svolítið upphafi. Fóruð eru þið búin að hækka skólagjöldina? Gerir það ekki alltaf? Er ekki alltaf bara eitthvað svona hefðbundin hækkun örlítið en en það eru ýmsir nemendur sem auðvitað hafa haft samband við mig og eru í HR og hefðu alveg þegið það er heldur ekki, og kannski maður fór ekki vel inn á það upp að það er ekki markmið sjálfu sér fyrir hægri menn að ungt fólk komi skuldsett inn á atvinnumarkað sko. Þannig að ég skilu þetta nemendur en á sama tíma hef ég fengið gríðarleg mörg skilaboð alls konar nemendur sem eru að afla sér núna meira náms með því meðalans að fara í Bifröst sem mun auka atvinnumöguleika þeirra, geta komið sér úr láglaunastarfi í eitthvað annað starf, áttu ekki efnaði en eru kannski þeirrum aðstæðum að í vinnu og fjölskyldulega þau gátt ekki annað en að fara í fjarnám og það er skólinn sem býður upp á besta fjarnámið, besta aðgengi að fjarnáminu og þannig að HR ákvað þetta því að þau fá aukna fjármuni með skólagjöldunum heldur en þau fengi með fullu framlagi einn daginn ef þau myndu reikna þetta út og getur stækkað og væri með húsnæði til þess og tekið miklu fleiri nemendur og þá kannski væri en ég held að við séum búin að ræða þetta nú hérna. Já, algjörlega, það voru eina lokaspurning var þetta, það kom aldrei til greina ykkur að mattsa það sem að þeir eru að fá svo að þeir myndu samþykkja þetta fyrir. Þá var ég að borga þeim 120%. Já, gleymdu hugmyndinni. Þorvaldur David Jones, það er okkar maður tólum með David Jones á hann spyr einfallega, eigum við að halda okkur í íslensku króna og hann greinlega veit að svarið þetta já og hann spyr hann bara af hverju. Ég held að mér finnst bara umræðan góð og ég get alveg svarað þessu spurningu já, ég tel svo að vera, ég held að hún hafi reynst okkur vel þrátt fyrir ákveðna galla, mér finnst umræðan hana oft vera mjög einföld, fólk segir ef við bara myndum skipta gjaldmiðil þá væri vandamálin úr sögunni býtu væri við þá ekki með sömu laun ætlar að lækka laun líka eða ætlar að ráðast á önnur vandamál sem stuðla að því að hér sé háverðbólga og vextir þau vandamál eru ekki krónan, við getum alveg rætt síðan og tekið bara það stuðum að hverju sinni hvort að það sé heppilegar fyrir Ísland til lengri tíma kannski eðlilegt að þetta komi upp núna þegar menn er að horfa á þessi lán. Ég skil það vel og ég bara segja það, ég skil það vel en ég held að þessi stóra verkefni okkar, það er vinnumarkaðarinn, það er lögum opinbera starfsmenn og það eru ríkisútgjöldin og við erum að fókusa þar til að ná árangri en ekki að gleyma okkur í svona umræðu einhver svona áferðabreitingar sem ég held að myndu ekki skipta þennan máli eins og staðan í dag.
Næst síðasta riddaraspurningin, þessi góð. Hvernig getur meðaljón komist í pólitík og það kannski það sem Alþingi þarf, spyr Örn Axelsson. Já, góð spurning. Ég held að pólitíkin hún samansafn af alls konar fólki sem kemur úr alls konar geirum með mismunandi bakgrunn og annað slíkt. Það sem mér fannst skemmtilegast við að taka þátt í Sjálfstæðisflokknum að maður gat einhvern veginn komið inn, fundi fólk sem var sammála sem ég hefði aldrei kynst á minni lífslið. Það kom bara allt öðrum bakgrunn, öðrum hverfum, á öðrum aldri og það það skemmtilega líka við stjórnmálinni hvað kynnist fjölbreyttum hópi fólks. Það getur hver sem tekið þátt í pólitík og það á að vera þannig. Eina sem þú þarft og eina vopni sem þú þarft það einhver sýn og hugmyndafræði. Já. Og síðan þetta stórfurðulegt, þú ert að biðja fólk að kjósa þig og treysta þér fyrir stórum verkefnum að leiða, að taka stórar ákvarðanir en það á grundvelli þess að þú hefur trú á Íslandi. Ég trúi þess að þetta ná meiri árangri og hef bara mjög sterka sýn og Ísland geti verið ennþá betra og það eina sem þú þarft. Auðvitað síðan alls konar pólitík, það val og lista og annað, en þáttaki pólitík heldur ekki bara að fara á þing. Nei. Eða sveitarstjórn. Hún líka að taka þátt í hugmyndavinnu, að koma með hugmyndafræðina sína, vera ekki bara frústurar út í bæ í podcasti, heldur mætu hjálpa til. Rétt. Ég hefði alltaf gaman að Já, gjörðu svo vel. Sko, ef ég var einmann þá myndi ég gangi Sjálfstæðisflokkin. Já, það var skemmtilegt. Þegar maður lasa fyrirsögn, maður hugsaði þetta verður einhver súr Ég held að vera litlum flokkin. Verður hraunið, en svo var þetta bara nokkuð skemmtilegt. Já, þetta var frábær nemi í listaskólanum sem var að gera svona verkefni, lokaverkefni Sjálfstæðisflokkin og mætti á stjórnmálaskóla og það sameiginlega við þegar blaðamar heimildarinnar Erla Hlynsdóttir byrjaði að elda okkur í hringferð Sjálfstæðisflokksins og byrjaði að elda okkur og fylgjast með okkur og settist með okkur á fundina sem við erum bara að tala fólk á opnum fundum, enga ræður, erum bara spjall á borðum og hún skrifaði síðan heillangan pistil heimildinni og ég veit ekki ennþá hvort hún hafa ætlað að láta þetta lítið út en ég hef bara sjaldan séð mikilvægan pistil okkur og hringferðina og hvernig við erum að tala fólk. Já, skemmtilegt. Já. Algjörlega. Skemmtilegt, sko. Það var síðasta riddaraspurningin og aftur þetta aðsenda spurningar, þetta ekki spurningar frá okkur. Arnar Arin Bjarnason spyr á að trúa öllum ásökunum eins og Áslaug Arna sagði í auglýsingu sem dómsmálaráðherra #ég trúi. Nei og ég sagði það aldrei að þetta trúa öllum ásökunum. Ég hefði verið að berjast fyrir því að kynferðisbrota málin væri í betri farvegi, MeToo hefði verið í hámarki og ég get alveg tekið undir það að það var óskynsamlegt að mér að taka þátt í þessu sem dómsmálaráðherra. Ég hef kannski ekki alveg kynnt mér hvernig herferðin var í raun og veru. En á sama tíma að þá vil ég trúa þeim sem leita rétta síns og segja á sér brotið en auðvitað verður það að fara fyrir réttakerfið og þar fengið niðurstaðið það mál. Þessi mál eru þannig að þetta var svolítið skart, það farið svolítið skart í hvora átt á undanförnum árum á Íslandi og það skiptir ótrúlega miklu máli að fólk og brota þólar þeir finni fyrir að kerfið sé með þeim og að það sé auðvelt að leita rétta síns en á sama tíma að þá geta þessi mál verið ótrúlega snúin og það ekki bara alltaf nei eða já eða svart eða hvítt. Þetta oft mjög persónulegar aðstæður upplifun fólks og önnur lönd hafa náð árangri með því að breyta kerfunum sínum og hleypa að meiri svona sátta umgjörð. Við erum með sáttameðferðir en ekki þannig í dag að þær séu raunverulega í boði þannig að þær komi brotaþolum og gerendum vel eða þeim sem ásakaður glæp en þar sína rannsóknir fram á að það sem brotaþoli oft þarf viðurkenning á brotinu og það sem
gerandi þarf líka að geta talað upplifunin sína að því á þess að fara bara í vörn og verja sig eitthvað þeim ásökunum sem á hann borin og að svona sáttameðferðir sem felast í samtali og viðurkenningu á broti án þess að það fari fyrir dómstóla hafi reynst brotaþolum mjög vel. Já. En vorum ekki alveg nógu þroskuð til að komast í þá umræðu. Við erum búin að vera að reyna að bæta kerfið. Við viljum hafa harða dóma við þeim þá sem brjóta fólki kynferðislega og höfum verið að svona búa þannig hnútana að það falli undir alls konar kynferðisbrot, hvort sem það snýst fölsun á nektarmyndum eða framsendingu á nektarmyndum eða þrætturfundu göndunum. En á sama tíma verðum við líka átt okkur á því að lífið ekki alveg svart-hvítt. Klárt mál. Sko, ég með eina spurningu áður að koma að hraðaspurningunum. Já. After dark. Já, sorry Ásleif, við erum mörgulega búin að halda þér allt og lengi hérna. Hún að toppa formannin núna. Ég held að hún sé búin að skríða yfir hann. Jú, ég held það líka. Sko... Tímalega sé það. Já, efnislega líka. Já, elskaði Bjarni. Já, sko eitt sem langaði bara sko, undan það ef við byrjum bara að því að þingheimurinn er mér framandi bara í heild sinni sko. Og oft vildi maður kannski óskaði sem að væri bara í 50% starfið eitthvað og geti kynnt sér þetta allt til hlítar en það er ekki þannig og sko stórfyrirtækin landbúnaði sem að koma inn sko, eins og ég skildi þetta, þá var þetta uppálega þannig að þetta væri bara minni fyrirtæki og frumvinnslu fyrirtæki á búrum og kjöti en nú og síðan þetta breytt þannig að stórfyrirtækin fá að koma inn og þá fá að vera undan þegin þegar kemur að samráði í verðlagningu á vörunum hvernig snýr maður sér í þessu? Þú bara léttu topikir Já, bara henni lokin Einn hraðaspurning Einn hraðaspurning, en þú veist Já Leifur reynda, þetta brennur á þér? Já, ég er mikið búin að velta fyrir og ég skil ekki okkur, þetta er ekki meira í umræðinu sko. Það er lengur að tala um þetta svakalega lítið Nei, þetta er kannski svona ákveður skref í kerfi sem þarf bara svolítið að ræði heilsinni og og ég hef alveg mikla trú á íslenskum landbúnaði en við erum svolítið alltaf að trýta hann eins og þetta sé eitthvað svona bótakerfi og á meðan bara við eigum alveg mér finnst við bara eiga besta lambakjöt í heimi sko við smakkaði lambakjöt annars staðar sem er bara svona ullabráða og eitthvað bara við eigum bara fáránlega góða vöru sko bara fer til útlanda og fólki finnst lamb ekki gott ég skil ekki hvernig fólk borðar í útlandum sko en þar er margt mjög gott þar eru frábærir ostar og þar eru við alveg erfiðir samkeppni að mörgu leyti en það er líka mjög mikilvægt að hér færi fram matvælaframleiðsla en við stuðum líka það umhverfi að hún geti orðið samkeppnishæf og búið til verðmæti og það hefur auðvitað ekki orðið nægilega mikil hagræðing í greinni eins og varði í sjávarútvegi og þessar sko tvær atvinnugreinar eru stundum sem tala um þess að sé alveg svart og hvítt það er auðvitað ástæða fyrir því ein fór í gríðarlega hagræðingu til þess að búa til meiri verðmæti er orðin gríðarlega sjálfbær og þarf ekki ríkistyrki og nú er öll umræðum það bara getum við ekki meiri skattaðum síðan sem er landbúnaðin þar sem við erum líka búið til frábæra vöru en þar hefur við verið með stuðningskerfi sem ég finnst ekki hafa spilað inn á það að koma þeim í sóknina til þess að búa til aukin verðmæti til þess að vera í sókn og nýsköpun það er hægt að gera svo ótrúlega margt og við held ég þurfum að taka þessu umræðu svolítið í stærra samhengi það er alveg snúið þegar Samkeppniseftirlitið kemur og segir það má ekki sameina þetta og þetta í landbúnaði sko en svo bara leggjast litlu staðinni þá af því að það má ekki af því að þeir bera sig ekki sko við erum líka mjög lítið land og við þurfum alveg að gæta að því að við erum oft á tíðum í samkeppni við útlönd og þá þurfum við að sjálfsögðu að huga að svona íslenska brandinu svo má segja en ég er ekkert ég ætla ekki að taka beina afstöðu til þessa frumvars og þessa máls ég held að fáir séu mikið inn í því og það myndi krefast aðeins lengri umræðu en mér langar bara í alvöru sókn í landbúnaðinn og
svona greiningu á tækifærunum betur. Mér finnst margir bændur verðar. Einn minn uppbólsbóndi og Kortsá sem bara þú veist að hitta ungt fólk sem bara leggir það fyrir sig bara með, þú veist, góðan business og horfi svo á kerfið og segir bara, þið eru bara að styðja það að vera ekki með góðan business. Og halda fólki þar leiðandi niðri, ekki fjárfestingu eða búið til meiri verðmæti af því að það er betra að sumuleiti til að fá bara ríkisstuðningin. Þannig að við þurfum að geta rætt þetta í stóru samhengi og í stærri við kemum í annan landbúnað. Já, þetta eru það verður spesial auka þáttur landbúnað. Nei, sko, það er ákvæmt frá mér að ef einhver takir sér til og gerir bara eins og hálftíma umfjöllun flotta þetta, takir þetta meðal hans fyrir og síðan hins vegar bara kerfið í heildsinni, sko. Já. Ég er enda bara ósamalega ríki sé að niðurgreiða einhverja starfsemi, sko, en það er bara ég verður glæð. Ég ætla að koma með nokkuð tips af fólki sem þetta að fá heimsóknum landbúnaðarmál. Veistla. Listu vel að það, hljóma vel. Áður nú koma hraðaspurningum, það var það bara kemi, Vatnsvörn fyrir tjöld og Herma Guðmundsson. Já, sko, mér langar eiginlega, ég er að stelast núna, ég veit ég á ekki að vera að tala Poulsen, en nú ertu að svindla. Ég er að svindla, ég að stelast í Poulsen, en það er náttúrulega, ef þið þurfa að skipta rúðu á bílum ykkar, þá verður það Poulsen. Ertu að jögla kemi á Poulsen? Bara eins og, halda þeim báðum heitum. Og búlana sjálfsög, bestu hamburgara bæins. Já. Og sko, tvöfaldur kongur þessa dagana. Tvöfaldur kongur, bröð á milli, Guðmundsson báðar. Tricks fyrir ykkur. Sætkartöflur franskarnar, líka sturlar, dífa þeim í shakein. Dífa shakein eða bernesósu, já. Já, I like that. Já. En það komið að hraðspurningum sem er lóka leiðin. Ég er sko ekstra sérstuð, mér finnst allar hérna spurningar auðvöldari. Við erum líka bara ekki sent fyrir. Þetta er bara landbúnað. Landbúnaðar hraðspurningar, já. Hversu stórt er það að þú sért búin að ljóslega allt Ísland fyrir árið 2026? Það er geðvikt. Ég veit að fullt af fólki á Höfn eða Húsavík eða Patreksfirði sem fagnar þessu gríðarlega sem hefur kvartað við þessu hverri heimsók sem ég hef farið þangað. Já, þetta er hraðspurning, ég ætla ekki að segja mér. Þetta er hjúts. Skemmtilegasta ráðuneyti sem þú starfaði í? Ég get ekki vel að milli þessar ráðuneyta. Eitt snýst mikilvæg kerfi fyrir fólk og lög og reglur í landinu. Hitt snýst framtíðina, atvinnulífi og verðmætasköpun og menntun, þannig að bara bæði betra. Hvernig leggjum við niður ÁTVR? Sko, ég ætla að vera bjartsýn og segja að ÁTVR tími verði liðin 2031. Þetta er loftslagsmarkmiðin. Það er ekki staðar. Þá er ég að beita vonum við að fleiri flokkar koma á vagnin. Já, uppáhalds bíómynd? Sko, ég sagði einu svona alltaf í þessar spurningu Intouchables, þannig að sæta franska myndin. Þetta er mjög svo geggjuð. En eins og mismælti ég mig í hraðaspurningum í FNÍ Blue og sagði Independence Day sem er alls ekki það er ekki sama myndin. Það er svona stress í hraðaspurningum, en ég myndi eftir ekkert annað hug. Intouchables. Uppáhalds bók? Ég var að klára skáldsögu Blóðmjólk eftir Ragnheiði Jónsdóttur, unga rithöfund. Það er gaman að lesa góða skáldsögur eftir fólk á okkar aldri. Okkar aldrei segi ég við ykkur en ég á margar uppáhaldsbækur og reyna að lesa mikið og hlusta á svona fjölbreytta bækur. Það er líka gaman að lesa gamlar bækur hugmyndafræði, en það er skemmtilegast að lesa bækur fólk eða eitthvað svona sem maður getur lært eitthvað af. Já. Draumaformað Sjálfstæðisflokksins fyrir utan þig og B.B. King? Þessi er heldur góð. Hver er samt að þessi heila? Það eru margir hæfir eins og varaformaður okkar Þórdís Kolbrún. Já, ok. Stanley fekk eina hraðaspurningu. Þið ætlið í enska boltanum? Liverpool. Hvað er það besta við að vera Íslendingur? Margt sem kemur upp í hugan. Ég ætla að segja besta við að vera Íslendingur er einhvern veginn bara fólkið. Já. Sem sagt svona manngerðin í okkur finnst mér að mörgu leyti alveg geggjuð. Ætlar að bjóða fram til forseta árið 2028?
Aldrei. Aldrei, ok. Þá það bara, held ég, takk frá okkur. Ég held að bara slútum við sá, sko, að því Áslaugur kom með annað sinn og við erum með vinnureglu sem þannig að í þriðja sinn þá þarf hann ekki að taka hraðspurningar, þannig að það eru til hamingju, þú ert að útskrifast úr KAT skólanum með það og það loka spurningin. Bara af hverju ætti, það ennþá langt í kosningar, en af hverju ætti ungt fólk sem er að hlusta að horfa til Sjálfstæðisflokksins? Ungt fólk sem er að hlusta ætti að horfa til Sjálfstæðisflokksins út af því grunnprinsipi að við styðjum frelsi einstaklingsins. Það er þess vegna sem ég byrjaði í Sjálfstæðisflokknum af því að ég var hrópandi ósammála vinstri stefnu hærri skatta og meiri ríkisafskipti, að ríkið leysi úr hlutunum. Mér finnst að fólk eigi að njóta árangur og erfiði sínu, fá meira eftir að laununum sínum halda meira eftir og að ríkið sé ekki að hafa mikil afskipti af því ef einhver af hvernig þú lifir lífiðinu. Og ég held að fólk þurfi svolítið að hugsa svona hvað er hugmyndafræði og hvað ert að fá út úr henni. Eins og ungt fólk sem býr í Reykjavík, þar sem verður að stæra sig af því að það eru lægstu leikskólagjöldin en það er eitthvað þjónustu að fá. Sko, ég ætla bara að segja það mjög hreint út að þjónusta sem fæst ekki er einskis virði þó hann sé ókeypis. Af því að hlutir kosta. Og við erum bara búin að ákveða það að við ætlum að niðurgreiða menntun að einhverju leyti með fjármunum, en ef þú ert að auglýsa ódýrustu búðina, segir út með ódýrustu búðina, besta búðin, en svo er ekki til hillunum, þá er það einskis virði. Og þannig þú ert með lélega þjónustu, háa skatta, enga forgangsröðun, það er nákvæmlega andstæðan við þannig hvernig við viljum stjórna og hvaða árangri við höfum náð í ýmsum mikilvægum málum og þurfum áfram að gera betur. Áslaug Arna, takk hérlega fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk. Takk fyrir.